Komið sæl og velkomin í Kryddsíld, þar sem við höfum langa hríð hvatt gömul ár á okkar vísu og gerum nú enn. Ár sem hafa fært okkur reynslu og minningar og eitthvað sem við hefðum nú kannski alveg vilja vera án. En svona er lífið bara og hér erum við og höfum nú endurnýjað kynnin af Hótel Borg. Næstum fullt hús hjá Erlu og Snorra til að gera upp pólitíkina og árið, en þess utan kynnum við val fréttastofu á manni ársins og skiptum svo yfir í allt annan og mjög öflugan takt með söngvara og gítarleikara sem við þekkið. Hann heitir Unnsteinn Manuel og með honum í för verður raftónlistarmaðurinn Hermigervill. Líf og fjör í Kryddsíld dagsins. Já, ég þori alveg að segja það. En fyrst yfir til Erlu og Snorra. Já, takk Edda. Já, hér erum við mætt með formúluflokkana eða hvað. Það eru Þórdís Kolbrún er hér í stað Bjarna Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttir er rétt ókomin. Inga Sæland verður ekki með okkur í dag vegna faraldursins. En við ætlum að hafa huggulegt matarboð og skemmt okkur vel. Það verður hugsað vel okkur hérna á Hótel Borg. Við fáum smárindi og Brytin Jóhann og dóttir hans Katrín ætla að hugsa vel okkur. Þannig að það er eftir engu að bíða. Við ætlum að byrja þetta. Við ætlum bara að hafa þetta svona mjög skemmtilegt matarboð sem við förum auðvitað vítt og breytt yfir sviðið en það getur auðvitað gerst það sem hefur gerst í flestum matarboðum ársins að við endum út í þessum kunnulega COVID-skurði en þetta hefur breyst mjög hratt á bara síðustu dögum og Inga Sæland er eins og við vitum ekki hérna. Hún er ekki hérna vegna þess að Þórdís Kolbrún er hérna. Hún treystir sér ekki til þess að vera með Þórdísi degi eftir að hún klárar 7 daga einangrun eins og er núna lögboðið. Þórdís, þarf ég að passa mig á þér eða hvernig er þetta? Nei, ég hef ekki trú á því að þau sem hafa ráðlagt okkur til þess að séu að stytta það niður í 7 daga og vegna þess að það er áfram hættulegt. En mér þykir auðvitað leitt að Inga hafi ekki treystið til þess að vera hérna með okkur. Það væri skemmtilegra að hafa vinkonu okkar hérna með, en auðvitað er það þannig að fólk verður að geta tekið ákvörðun út frá sínum forsendum og þetta er líka ágætis áminning bæði til mín og annarra að við erum bara líka á ofboðslega mismunandi stað og stödd í þessu, bæði gagnvart okkur sjálfum, okkar fólki og bara svona þessum tilfinningum sem eru bara mjög ólíkar á milli einstaklinga. Erum við þá komin á þann stað að þeir sem eru viðkvæmir og hræddir eigi bara að vera heima og aðrir ekki eða? Nei, ég er auðvitað þeirrar skoðunar að það hefði verið algjörlega óhætt. Við erum hér öll nýbúin í hraðprófi og ég á 9. degi frá því ég greinist og hefur verið einkennalaus allan tíman. Þannig að það væri raun alveg hættulaust að sitja hér við borðið og við erum að gera þær ástafanir sem þurfti í samráði við bæði sóttvarnayfirvöld og heilbrigðisráðuneytið ef ég skil það rétt. Það er rétt. Þannig að ég held nú ekki og auðvitað erum við sem betur fer langflest mjög vel varin líka. Já, fólk við erum að fylgja reglum og nú hafa verið settar nýjar reglur og ný viðmið og margir fagna því og finnst ekki nógu langt farið, vilja jafnvel bara hætta með allar reglur á meðan aðrir eru óttaslegnir og finnst þetta algjör bilun. Sigurður Ingi, nú er heilbrigðisráðuneytið komið til þíns flokksmanns og þetta er svona svolítið í ykkar höndum núna hvernig þetta verður áfram. Hver er þín skoðun á þessu? Erum við að feta eitthvað milli vega eða erum við bara að gera risastóra gjá á milli fólks? Nei, það held ég ekki. Við erum held ég að reyna að svona gera það sem við ákváðum fyrir margt löngu, að lifa með veirunni. Sumir hafa ævinlega hrópað á einhvern fyrirsjáanleika. Það hefur enginn náð til þessara veiru með það. Hún bara hagar sér eins og henni dettur í hug. Sem þýðir að við verðum öðru hvoru að breyta okkar plönum og mér finnst að okkur hafi bara gengið nokkuð vel með það og nýr heilbrigðisráðherra hefur bara tekið við því kefli og mér hefur fundist hann gera það vel. Við erum núna í svona einhverju nýrri bylgju, vonandi og ég er búinn að segja það mjög lengi, bara verandi kannski með einhverja læknisfræði menntun og bara sagt herðu, það er nú venjulega þannig að svona veirur þær ganga yfir og einhverjum tímapunkti þá er stökkbreytta afbrigði sem gengur veikara og svo fjaraðar út. Það var ekkert bóluefni í spænsku-veikinni, svo dæmi sér tekið. Það fjaraði nú samt út, sko. Þannig að ég held að við séum þar og Willum hefur orðað það ágætlega að við þurfum bara að taka upplýsingar eftir bestu fáanlegum leiðum, þeim upplýsingum sem við höfum á hverjum tíma, en kannski erum við komin á þann stað að við þurfum að fara að skoða hvað við gerum næst.
Og vonandi sú staðreynd, og ég heyri það bara frá öðrum löndum líka, að menn segja, við erum öll að smitast hérna og sennilega smitust við langflest og kannski það sem þarf að gerast, en við megum bara ekki öll smitast í einu vegna þess að einhver hluti okkar verður veikur og þarf á læknishjálp og spítalavist að halda og við verðum að komast í gegnum það og ég held að við séum stödd þar. Þess vegna finnst mér skynsamlegt að stytta þennan sóttkvíartíma eða sem sagt einangrunartíma þegar staðreyndin svo að mjög margir eru 3 bólusettir og einkennalitlir eins og Þórdís að lýsa. Þið heyrið að ég aðeins ás, ég fékk kvef, ég búinn að fara í alveg ótrúlega mörg próf á síðustu dögum og ég mjög neikvæður sem mjög óvanlegt. Ég frekar jákvæð persóna en ég neikvæður í öllum þessum prófum. Það alveg rétt að 1557 smitt í dag, ég alveg vissum að í fyrra hefðu ekki verið ef það hefðu verið 1557 smitt. Nei, það allt annar tími. Það allt annar tími, en ég meina Þorgerður, þú varst að klára þetta. Hvernig var þetta? Þú losnaður úr einangrun 25. desember. Já. Hvernig var það með vera með veruna? Þetta orðin bara kvefpest eins og sem við erum að segja? Nei, kannski ekki að segja kvefpest, en ég var einkennileg eiginlega allan tíman, bara fyrsta daginn aðeins, maður finnur að þetta aðeins árás á lungun og svo bara var þetta búið og ég var algjörlega einkennilegs í þessa daga sem ég var í einangrun en það ekki hægt að segja bara og skýla svo á bakvið að það rétt. Veiran algjörlega ófyrirsjáanleg en stjórnvöld geta samt gert plön og ég man það að ég spurði Katrínu ekki á þessu ári í maí heldur í maí á síðasta ári hvert planið og þá var talað einmitt spítalann og það þyrfti að gera ýmislegt en það hefur ekkert gerst og með þess að Kári Stefánsson að benda réttilega og það ekki bara við sem erum að gera það hefur ekkert gerst á þessum 2 árum til þess að verja álagið á starfsfólkið til þess að veita einmitt pínlítið fyrirsjáanleika, virkja alla aðra krafti í samfélaginu, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstofnanir til þess að létta af álaginu á spítalann. Þannig að því að hann var að tala spænsku veikina, mér minnir að kringu 1910 þegar berklarnir voru, það ákvað þáverandi ríkisstjórn að fara að setja af stað og byggja Berklaspítala sem Vífilsstaðaspítala og gera þá innan við 2 árum. Það alveg hægt að gera ýmislegt. Það hefur bara ekkert gerst síðan, við höfum enga aðgerðaráætlun, engan fyrirsjáanleika, eins og til dæmis fyrir bara atvinnulífið eins og veitingahúsin sem örugglega að hringi okkur öll og láta vita, hvað verður okkur. Þannig að leið og Þórólfur með þennan eitraða kalik sem hann hefur varðandi sóttvarnir og að gera það vel, að þá finnst mér bara ríkisstjórnin eins ágætt af fólkið þar sem í henni situr, það hefur bara verið frekar aðgerðalaust og þegar menn tala það að verja frelsið og það eitt sem maður búinn að heyra hérna hjá ráðherrum í ríkisstjórn, að verja frelsið, sammála því, ég sammála því að stytta þetta í 7 daga og jafnvel mætti það fara niður í 5 ef Þórólfur metur það sem svo. Þá bara ekki verið að gera það sem þurfti. Fólki við ríkisstjórnarborðið ekki að taka ákvarðanir til þess að verja frelsi, eins og það að verja Landspítalann, passa upp á fólki að það verði ekki undir svona miklu álagi. Þannig að mér finnst þetta bara vera að því það svo mikilvægt að passa upp á að atvinnufrelsið fungir, að þetta jafnvægi á milli sóttvarna og atvinnufrelsis og frelsis fólks virki. Þannig að fyrir einu ári mér finnst það einmitt ekki virka. Voru ekki til bólefni. Og þá sögðum við, akkurat á þessum fundi, fyrir einu ári, við ætlum að tryggja öllum bólefni, það leiðin út úr þessu. Við litum björt. Og menn sögðu, hvernig ætlið þið að gera það? Það ekkert bólefni til. Það var ekki alveg leiðin út úr þessu. Nei, leiðin út úr þessu. Við vissum ekki annað. Leiðin út úr þessu að passa upp á það að Landspítalinn geti fúnkerað og fólk sé það með þessi nægilegt starfsfólk. Síðan hafa læknar líka gagnrýnt það að þessi hólu hljómur í því til þess að ráðherrum Sjálfstæðisflokksins að vera að segja frelsi fyrir börn, frelsi fyrir ungmenni, frelsi fyrir ég veit ekki hvern. Þegar við sjáum líka alveg hvað þarf að gera til að tryggja frelsi sem að treysta spítalann. Já, það alveg klárt. Við erum, ég held að sé... En af hverju talið þá alltaf frelsi ef það ekki búið að treysta spítalann? Hvernig getum hægt að óska eftir þessu? Ég meina, það þetta viðvarandi verkefni að treysta spítalann og það hefur ýmislegt verið gert en við erum vissulega ekki á þeim stað sem við vildum að spítalinn einfaldlega ráði við meira álag og frekari innlagnir og það mjög margþætt verkefni og við finnum það að fólki á spítalannu orðið mjög langþreytt og það hefur verið mikið álag á þeim. Við höfum sett viðbótar fjármuni í spítalann. Það eru ýmsar ákvarðanir sem hafa legið fyrir og þurfa að ráðast í. Við erum sífellt að tala fráflæðisvanda. Svo eru teknar ákvarðanir og það losað
og einstaklingar sem eiga að fara annað gera það og svo safnast það aftur upp, bráðamóttakan, mönnunarvandi, allt þetta. Þannig að það alveg rétt að spítalinn þarf að vera klár til þess að lifa með veiruna alveg svo við sem samfélag. En hann virðist ekki vera orðið það, þetta bara... Já, nei, það þarf að gera meira, takk fyrir, heldur gert hefur verið. En ég verð samt líka að fá að nefna það vegna þess að það sé, maður kann illa við þann tón að það sé gert lítið úr því og maður sé óábyrgur einstaklingur þegar maður bendir á hið augljósa að börn í þessu landi eins og annars staðar hafa fært mjög mikla fórnir á þessum tíma. Og þetta orðinn mjög langur tími. Og það ekki eitthvað heimatilbúið efni sem að mér að detta í hug að það þurfa að huga að því hvaða áhrif þetta hefur á börn og ungmenni. Það eru löndin í kringum okkur líka að gera. Og við höfum mjög góða sögu að segja vegna þess að framan af voru við með skólan að opna þegar mörg önnur ríki voru lokaðum, setja grímu framan í börninir ég veit ekki hvað lágan aldur þegar við vorum ekki að því. Núna hins vegar, vegna þess að smitin eru svo mikið hjá börnum, en sem betur fyrir nánast ekkert þeirra að vera alvarlega veikt, að þá þurfum við auðvitað að líta til þess hvaða langvarandi áhrif það hefur á börn þegar þau geta ekki sótt sína menntun alla daga, það hefur áhrif á tómstundir, sóttkví margoft, einangrunin, allt þetta þarf að vega og meta og þess vegna það alveg rétt þegar rætt hlutverk sóttvarnalæknis sem að enginn deilir hvert en hlutverk okkar, og þar get ég alveg verið sammála að ég tel, bæði Sigurður Inga og Þorgerði, hlutverk okkar miklu margþættara og flóknara heldur en eingöngu, og þetta löngu hægt að vera eingöngu hreint og klárt heilbrigðismál. Þetta orðið En hafið þið sinnt þessu hlutverki nægilega vel að þínu mati, ríkisstjórnin? Já, við höfum auðvitað rætt og tekið ákvarðanir og við höfum breytt takt. Hefurðu gert á margar málamiðlanir, Þórdís? Ef þú ætlar að sitja við ríkisstjórnarborð með mörgum einstaklingum, 3 flokkum og mjög margslungnum verkefnum, þá gerurðu málamiðlanir, já. Ég hef þurft að læra það og venjast því eins og aðrir. En ég trúi því að við séum að komast inn í einhverja tíma þar sem það verður meira rými fyrir önnur sjónarmið. Sigmundur, það komin smá ný tónn í ykkur miðflokksmenn með þetta. Þau eru hvarna Bergþór Ólason skrifar grein eftir grein að þessar aðgerðir séu mjög vafasamar að grípa svona inn í frelsi. Það var ekki alveg sami tónn í okkur áður fyrir ætlið því að marka ykkur stað í því að vera svona talsmenn einstaklingsfrelsis á þessum tímum. Það þarf auðvitað alltaf að taka mið af aðstæðum hverju sinni og aðstæður eru breyttar eins og við höfum rætt hérna. En það svolítið skondið að fylgjast með ríkisstjórninni og hvernig hún að fást við þetta mál allt saman. Þegar að hver ráðherrann á eftir öðrum úr Sjálfstæðisflokknum kemur fram og í rauninni gagnrýnir stefnu eigin ríkisstjórnar, en samþykkir allt. Svona sem maður velti fyrir sér hvað snýst þetta? Er þetta bara spurning það að búa til einhver ímynd eða segjast hafa einhverja skoðun? Því að ríkisstjórnin, henni stjórnað af sóttvarnayfirvöldum að miklu leyti við þessar aðstæður og ég ekki að segja að það sé endilega slæmt. Eru þau að fela sig á bak við sérfræðingana? Þau eru að fela sig á bak við sérfræðingana, já. Þau hafa verið í skjóli þessa faraldurs frá því hann byrjaði og hann hafði mjög mikil áhrif á pólitíkina á Íslandi. Í rauninni gjörbreytti stöðunni og ég held að ríkisstjórnin hafi liðið mjög vel í skjóli faraldursins. Og miðflokkum illa? Já, okkur illa, alveg rétt. Vegna þess að faraldurinn faldi þann mun sem áður var á þessum flokkum, pólitískan ágreining, í rauninni bara lauk pólitík leið og faraldurinn hófst. Þú fórst nokkur sem yfir þetta í kosningabaráttunni, en núna, hvað á ríkisstjórnin að gera núna? Eiga þau að gefa þetta frjálst? Eru þau að sleppa því að gefa frelsi þegar þau geta það? Ég hef frá upphafi faraldursins verið til skoðunar að við ættum að fylgja leiðsögn sérfræðinga í því hvernig við tökumst á við þetta. En menn verða líka að vera tilbúin til þess að sætta sig við góðar fréttir. Eins og varðandi þennan Omikron faraldur, svo kallað, það virðist bara liggja fyrir að þetta sé mun vægara afbrigði veirunar heldur en fyrri afbrigði og ætti kannski ekki endilega að koma á óvart því að mér skildist, þegar þetta hófst, að það var algengt að veirur þróist með þessum hætti. Það eru meira smitandi en vægari. Og þá þurfum menn að sætta sig við það og gera ráðstafanir í samræmi við það. En fyrst og fremst auðvitað ef ríkisstjórnin vill hafa einhverja aðkoma að þessu máli, sem hefur verið mjög takmörkuð undanfarin 2 ár, þá þurfa efndir að fylgja orðunum.
En eins og staðan er núna, þá tala ráðherrar ríkisstjórnarinnar í sitt hver áttina, en sætta sig engu síður við bara að fylgja leiðsögn. Logi, þið hafið nú farið blíðum höndum ríkisstjórnina að einhverju leyti í þessum sóttvarnamálum. Þið hafið nú ekki sett ykkur upp á móti þetta gagnrýnt tímasetningar á hinum á þessum tímapunkti, en þið óttast ekki. Svona í grundvallaratriðum, Grundvallaratriðum virðist vera bara sammála þessu eða hvað? Nei, við höfum auðvitað verið og reynt að vera að minnsta kosti málefnaleg og í upphafi þegar við áttuðum okkur á því að við stóðum fram fyrir einhverju sem við vissum ekkert hvað væri, þá var gáfulegast að fylgja eftir svona tilmælum sóttvarnayfirvalda. Síðan þróast vírusinn og faraldurinn og þá þarf auðvitað að taka fleiri sjónarmið inn í myndina og ég tek undir með Þórdísi varðandi það. Hins vegar get ég alveg tekið undir með Þorgerði Katrínu. Ég meina, hvað gera hugvitsamir bátasmiðir þeir eru að fara að senda skip út á rúmsjó? Þeir hækka lunninguna og við erum búin að benda á það núna linnulaust í 1,5–2 ár að það þarf að styrkja heilbrigðiskerfið, það þarf að styrkja sjúkrahúsið til þess að við getum þá með tíð og tíma opnað á eðlilegra líf í samfélaginu. Þar hefur ríkisstjórnin brugðist og ég meina ef maður nota nú þessi orð úr veirufræðunum, þá getur vel verið að einstakir ráðherrar mælist jákvæður og neikvæðir úr einhverjum sínum, en ríkisstjórnarflokkarnir eru orðnir algjörlega einkennalausir. Þeir eru einhvern veginn búin að fletja allar sínar svona ýtrustu hugmyndir út, ná saman einhvert lágmark og svo fullkominn tímapunktur til þess að svara þessu. Og svo leyfa einn og einn ráðherra sér vissulega að tala á annan veg og gagnrýna stundum mjög ábyrgt, vegna þess að gleymið þið ekki að minnsta kosti Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að vera í ríkisstjórn í 8 ár og hafði alla möguleika til þess að styrkja heilbrigðiskerfið meira. Sem við höfum gert stórkostlega, aukið fjármuni og annað. Megnið af þeim peningum sem er að koma inn núna, það er í Hlífðagalla og það er í COVID-aðgerðir. Það sem þarf að gera, það þarf að styrkja stofnunina og ríkisstjórn sem hefur það mikilvæga markmið á forgangsraða. Telur sig ekki geta til dæmis lagt meiri álögur á útgerð sem að hagnast gríðarlega mikið, sem að ræðst núna í að framlengja styrki til einstakra atvinnugreina 7–8 milljarða á ári, sem er ekki neinu vanda, en treysti sér ekki til að koma á móts við heilbrigðiskerfi, hvað þá auðvitað aldrað og öryrkja. Það er bara mjög sérkennilegt og hlýtur að endurspegla það að ríkisstjórnin er orðin, einkennalaus. 3 flokkar sem í upphafi voru ólíkir en allir að verða eins. Ég verð nú eiginlega að fá að koma hérna inn í úr því ég er nú loksins komin og byrst afsökunar á því, gaman að sjá ykkur öll hér. Við heilsum þið bara með þeim orðum að ríkisstjórnin hafi brugðist og hún sé einkennalaus. Já, ég heyri það og vil kannski aðeins fá að koma inn að því mér finnst þetta svona sérkennileg útgáfa af því sem hefur gengið hér á. Það sem að sjálfsögðu hefur verið komið til móts við heilbrigðiskerfið hvað varðar COVID-kostnað, en þá finnst mér litið fram hjá því sem hefur verið gert fyrir undanfarin 4 ár, sem hefur verið markviss uppbygging bæði á heilsugæslu og spítala eftir vissulega töluvert langvarandi tíma aðhalds gagnvart heilbrigðiskerfinu. þar sem við höfum verið að ráðast í ákveðin framfaramál eins og til að mynda styttingu vaktavinnutíma sem eru auðvitað risastórt lífskjaramál fyrir þau sem vinna innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að líta fram hjá því og ég held að við hefðum ekki verið eins vel í stakk búin til að takast á við þetta áfall sem er auðvitað ekki bara að ganga yfir okkur. Nei, nú ætla ég að fá að klára því ég heyrði að Logi fékk að tala hérna alllengi. Þá ætla ég bara að segja það, ég held að sko kerfið okkar hafi verið betur í búið til að takast á við þetta áfall, betur í stakk búið til þess vegna þeirrar uppbyggingar sem það átt sér stað og ég bara nefni heilsugæsluna sem dæmi. Síðan þetta skiptir máli að horfa á heildræn áhrif þess sem við höfum verið að gera til að bregðast við faraldrinum og þar auðvitað skiptir máli að finna þetta mikilvæga jafnvægi milli stuðnings við almenning og stuðnings við atvinnulíf. Hagsmunir atvinnulífs og almennings fara einhverju leyti saman í gegnum svona kreppu og ég held að þegar við horfum bara á efnahagslegar kennitölur eftir þessa ágjöf þá stendur Ísland nokkuð vel í alþjóðlegum samanburði þegar kemur bara til að mynda því að kaupmáttur hefur hér aukist þrátt fyrir
þrátt fyrir þessa gríðarlegu ágjöf. En við erum að tala um sjúkrahúskerfið sem núna að slegast undir álagi enn og aftur og við erum líka að tala það að við vitum og við vita núna lengi að þetta ekki spurning búnað eða innviði, heldur mönnun. Og það hefur bara einfallega ekki verið ráðist í aðgerðir sem tryggja þessa nauðsynlegu mönnun. Nei, og það alveg rétt að mönnun stóra viðfangsefnið. Það algjörlega rétt og á við hér á landi sem raunar víða annars staðar. Við vorum raunar farin að sjá vandkvæði mönnun fyrir heimsfaraldur. Þetta er miklu starra vandamáli sem mönnun. Við erum búin að vita það í mörg ár að það vantar tugþúsundir hjúkrunarfræðinga út alla Evrópu, út öll Norðurlönd. Ég man ekki betur en það að þegar Samfylkingin kom fram fyrir 1,5 ári síðan með þingsályktunartillögu og með ræður eftir ræður þar sem við töluðum að það þyrfti fyrst og fremst að hugsa mönnun, meðal annars í þessum opinbera geira, heilbrigðiskerfinu og öðru, þá kallaði fjármálaráðherra það heimskulegustu hugmynd sem hann hefði heyrt. Það var náttúrulega, þið ætluðu að fara mjög skrýtna leið, eitthvað hókus-pókus, að fara að framleiða einhverja ríkisstarfsmenn. Þetta er miklu stærra mál. Það er þannig að við erum ekki að stjórna því hverjir fara í hvaða nám á Íslandi. Það er frjálst val. Það er frjálst val. Berum saman laun á Íslandi við launin á Norðurlöndum. Tökum hérna stóru samanburðinn það hver er skorturinn á fólki í heilbrigðisgeiranum á Norðurlöndum og Íslandi og við komumst að því að hann er sá sami. En gefumst við það bara upp gagnvart vandanum og ráðum ekki heilbrigðisstarfsfólk? Nei, ég held ekki. En ég held að alheimsfaraldurinn hafi kallað fram augljóslega enn frekar þessa vöntun þegar þú ert að vera útkeyrður eftir svona langan tíma og það sem við erum búin að gera til að hjálpa til með því að stytta vaktirnar og breyta þessu fyrirkomulagi, búin að vera að styrkja Landspítalann gríðarlega á síðastliðnu 4 árum. En á sama tíma er verið að hafna hjúkrunarfræðinemum í háskólanum eftir áramót. Það fer ekki saman hljóðum. Þegar fólki sjálft sem vinnur á Landspítalanum er að kalla eftir frekari aðstoð út af því að fólk er að bugast þarna inni, þá finnst mér merkilegt þegar að stjórnvöld sem að geta svarað þessu neyðarkalli segja bara, nei, veistu, þið eru bara búin að fá nóg og þið geta bara reddað ykkur á því sem við erum búin að skammta ykkur. Það finnst mér vera svarið og attitútið sem við fáum og á meðan að þá er bara verið að skerða okkar borgararéttindi. Það er höft í samfélaginu. En Halldór, þetta er rangt. Við höfum sagt núna í gegnum þetta tímabil að fólk geti fengið á Landspítalanum þá fjármuni sem þau þurfa. Leyfðu mér að svara því. Hvað myndið þú gera ef þú stýrðir skútunni? Það var neyðarástand á Landspítalanum áður en þessi faraldur hófst og það hefur ekki verið lagað. Það finnst mér vera bara stærsti punkturinn í þessu. Það var skorið gríðarlega mikið niður á spítalanum eftir hrun. Og bara þetta gat sem myndaðist, það hefur aldrei verið bætt. Við erum ennþá að vinna. Hvað myndir þú gera í dag ef þú mættir bara, nú ætla ég að gera? Hvað myndir þú gera? Dæla peningum? Ég skal bara segja að það er ótrúlega erfitt að svara þessari spurningu þegar við höfum bara engan veginn aðgang á sömu upplýsingum og eins og heilbrigðisráðherra hefur og ráðherrar hafa yfirleitt. Það er bara aðgengi okkar á upplýsingum er skert þegar við erum í stjórnarandstöðu. En að sjálfsögðu, bara ef ég má svara þessu spurningu, en að sjálfsögðu það átti að fjármagna spítalann til fullt fjármagn til spítalans og það átti að núna sérstaklega þessum tímum, við erum að tala um á þessum neyðartímum, þar sem að vísindamenn og lönd unnu saman. Allir heimurinn unnu saman að því að þróa bóluefni á mjög skömmum tíma til þess að svara þessu neyðarkalli, að við getum ekki passað upp á það að spítalinn geti tekið á móti örfáum alvarlegum veikindum hérna á Íslandi og því þetta er ekki það margir sem hafa þurft að leggjast inn og spítalinn er að bugast og er ekki að ná að sinna þessu út af því að hann er augljóslega vanfjármagnaður og undirmannaður. Þetta finnst mér að vera stóra málið, en svarið í staðinn er einhvern veginn að skerða okkar frelsi og borgararéttindi í staðinn fyrir að bara tryggja það að spítalinn geti sinnt þessu. Þorgerður kom með mjög mikilvægan punkt hérna áðan. Það er verið að hafna umsækjendum nám í hjúkrunarfræði, en ekki bara það. Í mörg ár hafa stjórnmálamenn talað mikilvægi þess að efla iðnnám. Á þessu ári fengu mörg hundruð umsækjendur iðnnám, fólk sem var að svara þessu kalli, höfnun. Þannig að vandinn liggur í kerfinu, það er ekki verið að laga kerfið. Og eins og fyrrverandi landlæknir benti á, þú getur endalaust bætt peningum í heilbrigðiskerfið, ef þú lagar ekki kerfið sjálft,
þá kemur það ekki að gagni, veldur jafnvel tjóni. Þarf þá að taka Landspítalann bara alveg í gegn og breyta stjórnarskipulaginu? Það þarf að gera það, tvímælalaust. Frá því ég man eftir mér hefur maður séð fréttir vanda heilbrigðiskerfisins og Landspítalans. Og frá því ég man eftir mér hafa ríkisstjórnir verið að bæta fjármagn í heilbrigðiskerfið. Stöðugt, ár eftir ár bætt fjármagn í kerfið án þess að laga kerfið sjálft. Þar liggur vandinn. Og við stöndum fram fyrir því að enn verið að senda fólk til útlanda í aðgerðir, þrefalt dýrari aðgerðir en hægt verið að framkvæma hér heima, vegna sem hann laga ekki kerfið. Ef að leyfa... Ég held kannski, bara í fyrsta lagi langar mig að draga það fram að ég held að það sé mikilvægt að muna að við erum ekki eylandi í þessum faraldri. Og allar þjóðir sem við berum okkur saman við standa frammi fyrir gríðarlegu álagi á heilbrigðiskerfið vegna faraldurs. Og að því hér verið að tala að skerðingar á réttindum fólks séu eingöngu vegna þess að ekki hafi verið nægilegt fé sett inn á spítalann, þá það nú svo að það verið að skerða stöðu og réttindi fólks alls staðar í löndunum í kringum. Þannig höfum við ekki lengur neina sérstöðu í þessu? Nei, ég ætla bara að segja það. Við Íslendingar höfum gengið vægar fram í sóttvarnaráðstöfunum en margar aðrar þjóðir sem hafa jafnvel verið með margra mánaða útgöngubann, börnum ekki hleypt í skóla. Þannig að við verðum að átta okkur á því að þessi faraldur ekkert eitthvað sem hversdagslegt. Og hann hefur kallað á slíkar ráðstafanir hjá þjóðum sem eru jafnvel að setja meira fé af sinni landsframleiðslu til heilbrigðismála. Þannig að við verðum að átta okkur á því. Þetta er ekki eðlilegt álag á nokkurt einasta... En hérna erum við einasta til í að setja 900 milljónir í sálfræðiþjónustu. Nú varst þú að biðja að vera ekki í öskurkeppni, þannig að ég bara minni á þau orð þín hér áðan og ætla að halda mig frá þeirri keppni hér. Já, en ég vil bara segja það líka, það auðvitað mikilvægt sem hér nefnt námið og ég held að það sé mjög mikilvægt að sé tekið á því, ég ætla að taka undir með Þorgerði það og það auðvitað mikilvægt að við gerum betur í því að bjóða upp á nám. Þið þekkið þetta eins og þetta að þetta eru takmarkanir inn í þetta nám eins og verið hefur og við þurfum að huga því til lengri tíma hvernig við getum styrkt betur mönnunina. Þess vegna meðal annars var landsráð mönnun og menntun heilbrigðisstarfsfólks sett á laggirnar á þessu síðasta kjörtímabili. Til þess að fá fleira fólk, eins og í iðnnámið sem Sigmundur nefndi. Það tókst að breyta þessari hugsun, það sóttu fleirum, plássunum var fjölgað, en það þarf að fjölga það meira. Það er næsta áskorun. Það er næsta áskorun. Nei, það komist miklu fleiri inn. Ég ætla að fá að grípa orðið út að við erum að tala hér heilbrigðisstarfsfólk og menntun þeirra og annað og ég ætla aðeins að gefa Eddu orðið á meðan við gæðum okkur aðeins hérna á veitingunum. Takk fyrir það, Erla. Við ætlum að minna á að aðeins fáeinir tímar lífa enn af þessu gamla ári og þá komið að föstum lið hér í Kryddsíld. Já, við kynnum val fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar á manni ársins 2021. Kolbeinn Tumi Daðarsson, fréttastjóri, fylgir niðurstöðunni úr hlaði. Í upphafi árs báru landsmenn einlega von í brjósti betri tíð. Bóluefnin báru með sér loforð frelsi, engar samkomutakmarkanir eða grímur. Þegar kallið kom, hljóp fólk af stað. Já, það bókstaflega hljóp af stað. Hvorki fyrr né síðar hafa Íslendingar verið jafn fljótir að hlýða kallinu þegar það loksins barst með SMS-i. Ég var á klósettinu. Hvernig brástu við? Bara spenntur, rauk af stað, kláraði þetta og nældi í Laugardalsvöllina. Eða verið jafn duglegir að standa í röð. Fólk var hreinlega steinhissa á þessu skipulagi. Mér finnst þetta bara mjög fyndið, ég er búin að hlæja alla leiðina frá bílastæðinu, mér finnst þetta svo fyndið. Hvað er svona fyndið? Bara allt þetta, Íslendingar í svona röð. Og þótt engar milljónir væri í pottinum, hafði fólk aldrei verið jafn spennt fyrir lottóúrdrætti. Fyrst voru, hér er 1979, 1984 og loks 90 karlar og síðastir eru þá 85 konur. Maður ársins leiddi starfsfólk heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við að bólusetja nær alla þjóðina, 3 sinnum og tókst á við sögulega aðgerð. Áskoranirnar voru fjölmargar en öllum mætt með óbilandi jákvæðni og elju. Yfirvegun og bjart viðmót Takk fyrir komuna. Lituðu andrúmslofti við bólusetninguna sem ýtti undir sameiningarkraft þjóðarinnar á víðsjárverðum tímum.
Maður ársins árið 2021 hjá fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar er Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Ragnheiður Ósk, til hamingju. Takk innilega. Ég held ég verði að fá að tileinka þetta öllu því fjölmörgu starfsfólki sem hefur komið með okkur í þetta verkefni. Það eru svo margir þarna bak við tjöldin sem eiga svo mikið skilið. Þannig að þetta er til þeirra. Hann sagði hann Kolbeinn Tumi, yfirvegun og bjart viðmót lituðu andrúmsloftið við bólusetningu sem ýtti undir sameiningarkraft þjóðarinnar. Þetta er ekkert gefið og maður spyr, hver var uppskriftin að þessari einhvern veginn gleði sem fylgdi þessu? Já, gaman að skildi komin á þetta. Það var nefnilega þarna í upphafi að við horfum tilbaka þarna í febrúar að þá buðum við fyrst til okkar að koma 90 ára og eldri. Já. Og þetta var hópur sem mætti til okkar á Suðurlandsbrautina, svo glaður, prúðbúinn, uppábúinn, konurnar búnar að fara í lagningu og komnar í pils og pels og mætti til okkar. Og þetta fólk gaf tóninn. Þetta var hátíðar bragur á öllu og næstu kynslóðir. Þannig að þú ert að segja að lífsreyndasta fólkið okkar gaf bara tóninn í bólusetningunni? Algjörlega. Það var ekkert öðruvísi. Þetta er fólki sem er vant ýmsu. Já, einmitt. Eins og ég segi, búið að gangi í gegnum ýmsar hemmingarnar og létu þetta ekki á sig fá. En nú þykist þið vita að þið ætluðu aldrei eða ætluðu að gera þetta svolítið öðruvísi í upphafi. Þið ætluðu til dæmis að halda fjölmiðlum frá, ekki leyfa myndatökur, ekki satt? Jú. En hefði það ekki bara verið miklu verra? Jú, og eftir á að hyggja, þá held ég að þetta hefði verið jákvætt skref. Að við opnuðum verulega fyrir fjölmiðlum og ákváðum bara að taka það svolítið föstum tökum, að bara stýra því svolítið inn og segja alltaf já. Og ég held að þetta samtal við þjóðina, leyfa þjóðina að fylgjast með hvað við værum að gera og segja bara alltaf, jú, stundum gekk vel og stundum gekk ekki eins vel, en einhvern veginn að leyfa þeim að fylgjast með og við værum að reyna að gera okkur besta allavega. En þú ert klárlega andlit þessarar aðgerðar og ég gerir ráð fyrir því að þú hafi fengið mjög mikið af viðbrögðum, eða hvað? Já, verulega mikið af viðbrögðum, en yfirleitt alltaf ofboðslega mikil kurteisi og jákvæðni. Ég hef aldrei fundið fyrir neinu. Ekkert vont, ekkert leiðilegt. Nei, ekkert röfl. Ekki til. Nei, einmitt. Það er svo skrítið. En þegar þú lítur yfir þennan farnan veg, hvað er þér efst í huga? Hvað hefur verið skemmtilegast, hvað hefur verið leiðilegast? Skemmtilegast, maður hugsaði alltaf það kannski fyrst, að það er kannski bara að hafa fengið að taka þátt í þessu stóra verkefni, þó svo að það sé alvarlegu tónn í því, að þá hefur þetta gefið okkur samt heilmikið og heilbrigðiskerfið held ég sé bara sem heild. Við eigum sterkt kerfi, ég veit ekki alveg hvað þau eru búin að vera að segja hér, en kerfið okkar er sterkt og innviðirnir okkar eru sterkir. Og ég held að við séum alveg að sýna það á mörgum sviðum. Þó svo það sé eitt og eitt atriði sem þarf að laga, að þá eru mörg svið þarna úti sem eru að standa sig gríðarlega vel. Og það er það sem hefur verið skemmtilegt. En nú erum við í rauninni rosalegum tímum. Það er aldrei fleiri smitt. Ég gerir ráð fyrir því að þú sitt að vinna á hverjum einasta degi. Áttu frí áramótin? Ég ætla reyndar að fara að taka sýni á morgun. Óskar hér með eftir heilsugæslufólk ef þið eru heima og að hlusta að þið megið gjarnan koma og hjálpa okkur á morgun. Þá erum við með opið frá 12 til 3 og við erum bara að gera okkur besta. Þetta er stuttudagur og okkur vantar alltaf fólk, þannig að ég ætla að mæta á morgun. Sjá hvort það bregðist ekki margir við þessu ákalli. En hvert erum við að fara í þessum faraldri? Hvað getur þú sagt okkur í dag? Já, góður punktur. Það sem ég langar kannski að segja við þjóðina, það er ofboðslega ókyrrð í gangi núna. Það eru skiptar skoðanir og allir hafa sína skoðun og hvort sem þeir sitja í sófanum eða eru í öðrum embættum. Það sem ég langar að biðja til þjóðarinnar er svolítið að doka við, aðeins að róa okkur og gefa okkur þennan tíma. Við erum að horfa núna á janúar að þá munum við svolítið sjá í hvað er að stefna. Ef við getum svolítið haldið í okkur og haldið ró okkar, tekið einn dag í eina viku og núna út janúar, þá hef ég fulla trú að við sjáum svolítið betur fram á tíman hvað er að gerast. Ég held að einn dagur í einu þurfum við svolítið að gefa okkur. Og ég hlakka mikið til að sjá niðurstöðurnar hjá Kára í mótefnamælingunni. Það gefur okkur góðar upplýsingar. Þannig að það eru svo margt í loftinu sem við þurfum aðeins að doka á.
taka því rólega. Hvernig eigum við að hefða okkur í kvöld? Hvernig eigum við að vera í kvöld? Við ætlum að vera í litlum hópum en hafa gaman og vera með nánustu fjölskyldu og taka því rólega. Passa einstaklingsbundar sóttvarnir, halda grímunni bara, vera með grímuna alltaf og spritta hendur. Þá erum við safe. Ragnheiður, fáum við 4. sprautuna? Sko, Edda mín, bara eins margar að þarf, þá erum við til. Þið eru til? Já. Er það ein spurning, bara, svo ég hafa hana bara, svo við höfum það bara frekar stutt, sko. Ég var spurð úr einsta hring hérna, því það vissu svo fáir að þú er maður ársins eðlilega. Þá var ég spurð hana, hver er Ragnheiður? Ég veit ekkert um hana. Hver er hún? Hvað áhugamál hefur hún? Já, áhugamáli núna er náttúrulega bara engin, af því að það er bara að vinna. En ég er nú bara óskup venjuleg, bara, móðir, ég er amma, sem er alveg yndislegt og er hjúkrunarfræðingur, vakna alla daga, glöð til þess starfs, að ég heyrði þið voru eitthvað að tala um heilbrigðisstarfsmenn, hvet fólk þarna úti að koma í heilbrigðisgeirann, þetta er skemmtilegasta starf sem hægt er að hugsa sér. Þannig að Hún fyllist allt. Er það ekki? Já. En sko, það er eiginlega ein frétt í þessu vegna þess að sko, þetta eru tímamót í þínu lífi. Við fengum þig til að koma hingað og komum í veg fyrir að þú gætir verið þar sem þú hefur verið áramót síðustu 16 ár held ég, frá 2005 á Grenivík. Já. Grenivík er lítil falleg falin perla við norðaustanverðan Eyjafjörðinn. Og þar finnst mér ákaflega gott að vera og er þar öllum stundum þegar ég get og næra mín batteri og svona. Og þar er ég vön að vera jól og áramót en náttúrulega að prófa að vera í borginni og Það verður spennandi. Já, bara gaman. Ragnheiður Ósk, hér er hún Olga og hún kemur með skjal til staðfestingar á því að þú ert maður ársins 2021. Æ, takk ykkur fyrir. Og svo blóm til að hafa til skreytingar. Takk fyrir að koma og vera með okkur. Já, sem þá við óskum auðvitað að Ragnheiður til hamingju með þetta og ég tek heils hugar undir þetta sem fjölmiðlamaður, þá meiti fólk engum eftir hvað það er fljótt að svara mér í símann og hún er alltaf tilbúin. Ég man nú bara þegar ég var að fara í bólusetningu í sumar og hún var að tala um það líka, það er svo mikil bjartsýn í þessu, en svo einhvern veginn fór þetta út allt hjá okkur og allt í klessu. Katrín, hvernig líður með þetta? Nei, auðvitað er það ekki þannig, sko. Við sátum nú hér fyrir ári, þetta sama fólk, og vorum að ræða einmitt hvort að það yfir höfuð yrðu einhverjar bólusetningar, af því það voru miklar efasemdir um að þetta myndi yfir höfuð takast og að stjórnvöld höfðu gert réttar áætlanir, þær gengu hins vegar allar eftir. Og auðvitað hefur það sýnt sig í gegnum þetta, bólusetningin hefur verið besta vörnin bæði gegn smitum en ekki síst gegn alvarlegum veikindum. Og það er nú kannski það mikilvæga í þessu. Þannig að ég nota nú tækifærið og hvet öll þau sem eiga eftir að láta bólusetja sig eða eftir að mæta í örvunarskammt að nýta sér það. Það hefur verið það sem við höfum staðið okkur mjög vel í og það hefur náttúrulega verið stórkostlegt síðan að því Ragnheiður var hér að sjá framkvæmdina á þessu öllu saman. Og að því að hún var að tala um mikilvægi þess að núna tökum við einn dag í einu og horfum dálítið á þetta bara svona sameiginlega, þá tek ég undir það. Eitt af því sem var svo magnað við þetta var það hvernig maður upplifði svona þessa samstöðu, sko, að ganga í gegnum bólusetningunni eins og þið voruð að sýna. Það hefur alveg gríðarlega mikilvægt. Þannig að ég segi þetta hefur gert ótvírætt gagn, en auðvitað sjáum við ekki alla, getum við sagt, klæki þessarar veiru fyrir. Já, það er tvennt sem ég langar nú í sambandi við það sem að Katrín sagði núna og fyrir hlé, sko. Í fyrsta lagi náttúrulega, jú, gildir það okkur einstaklingana að taka einn dag í einu. En stjórnvöld verða hins vegar að horfa fram í tíman. Og ég er bara virkilega áhyggju núna til dæmis að samhliða hertum sóttvarnaráðstöfunum sem voru eflaust nauðsynlegar fyrir jól, þá var ekki kynnt með hvaða hætti ætti að grípa stórar atvinnugreinar sem voru í erfiðleikum, veitingageirann, afþreyingaiðnaðinn og fyrir 2 vikum birtist líka skýrsla sem að sýnir það að 20% af fólki í menningageiranum hefur horfið úr atvinnugreininni og það er ekki nóg að halda bara sjó frá degi til dags í gegnum veiruna. Stjórnvöld verða að tryggja að mikilvægar atvinnugreinar eins og skapandi greinar ber ekki varanlegt tjón til framtíðar. Hitt sem ég langaði að nefna, því að Katrín sagði áðan
að við værum ekki eyland. Og við vissulega erum ekki eyland og við eigum ekki að vera eyland. Við erum að tala og við erum að fást við alheimsfaraldur og við ættum að vera að nota þetta tækifæri núna til að búa okkur undir aðrar stórar áskorunir sem að mannkyni stendur frammi fyrir. Og mér finnst, og það engum stjórnmálaflokki það að kenna, kannski öllum og kannski íslensku samfélagi, mér finnst svona siðferðislegur hluti allra þessara aðgerða sem við höfum gengið í gegnum verið gert allt og lítil skil. Við ræddum það varla þegar að til stóð að gera tilraunir á Íslendingum þegar að þau áform voru uppi með bólusetningar. Við erum ekki mikið að tala það að það nauðsynlegt að ríkustu þjóðir heims leggi meira mörkum til þess að tryggja að allur heimurinn verði bólusettur. Við þurfum líka að fara að spyrja okkur siðferðilega spurninga, ekki bara hugsa daginn í dag og okkur sjálf. En á þessu nótum bara orðið of auðvelt í þessum faraldri síðustu tæpu 2 ár að skerða frelsi einstaklingsins. Það orðið of auðvelt? Sko, ef ég má bara koma aðeins inn á þetta, því þetta nefnilega líka bara, áhyggjurnar eru þær að þegar við byrjum þessa vegferð þá rosalega erfitt að draga í land ef við erum ekki búin að skilgreina fyrirfram hvar við drögum línuna. Hvenær hættum við? Og þetta út af því að þegar þetta búið að vera 2 ár, þá eru líka bara yngri kynslóðir sem eru bara farin kannski að venjast í að hlutirnir eru bara svona og þá ekki sama ákall eftir því að við förum í eðlilegt horf. Þetta eru svona áhyggjur sem að koma upp, en ekki bara það, heldur líka, og þetta ég tek undir með Loga, við höfum átt allt og lítið samtal þetta, hvar drögum við mörkin, hvenær til dæmis ætlum við að hætta að telja COVID-tilfelli þegar allir eru margbólusettir og þetta nýja afbrigði mun vægara, hvenær ætlum við að hætta að skima alla og telja? Væri það félagsskapið núna? Ég ekki að segja að tíminn sé núna, ég að segja að mér finnst að við þurfum að eiga þetta samtal og við þurfum einhvern veginn að skilgreina hvar við hættum. Út af því að annars erfitt erfitt að sjá fyrir hvenær við drögum í land, en þá líka hitt. Og það það varðandi bara þessar mótvægisaðgerðir út af neikvæðum áhrifum þessara hafta út af faraldrinum. Við höfum alls ekki styrt nægilega mikið, við erum ekki að niðurgreiða fullu sálfræðiþjónustu, við erum ekki að taka nægilega vel utan og horfa til þessa hóp sem að lenda bara eftir einangrun og annað, bara við erum að auka þennan heilbrigðisvanda og við erum ekki að mæta honum. Svo líka bara aukin misskipting og fátækt, heimilisofbeldi, annað sem við erum ekki að taka inn í myndina. Það aukning á sjálfsmorði og annað sem við erum ekki að taka inn í myndina og afgreiða á þann hátt sem við þurfum að gera. En sko, það sem þú segir að við séum núna búin að ganga ansi langt í þessu en að við þurfum að ákveða eitthvað augnablik þar sem við segjum þetta bara komið og maður heyrir það nú samt alveg utan á sér að fólk greinist og kannski í hraðprófi eða heimaprófi og ákveður að slaka þess á heima og bara sleppa í endilega vera að fara í einhverja formlega einangrun. Erum við komin þarna, Sigurður? Að fólk sé, þetta bara komið út þetta bara farið að flæða og við erum hætt að? Og ég heyrði í fréttunum í morgun, talaði við Bárð af Steig, landstjóra formann landsstjórnar í Færeyjum, og hann sagði, trúlega smitust við flest öll af þessu afbrigði. En það bara ekki gott ef við gerum það öll í einu, vegna þess að þá getur það gerst að heilbrigðiskerfin okkar þolaði ekki. Það gildi nákvæmlega sama hér. Ég ætla bara að fá að nota tækifærið. 364 daga ársins erum við að karpa pólitík. Og ég var bara að hugsa með Guð minn góður, ég var að hlusta á Halldóru. Í hvaða landi bý er þetta hörmungaland? Nei, ég veit að við erum að keppa gull, silfur og brons í öllum keppnum velferðar í heiminum og lífsgæða. En getum gert betur. Og þá kemur svona manneskja eins og Ragnheiður Ósk, og ég ætla að segja til hamingju Ragnheiður Ósk, þú og þitt lið og allt sem þið standið fyrir. Ég hef búin að vera að hrósa þessari mannesku í allan vetur og ríkisstjórnarfundi var ég spurður, var held ég heima hjá mér, kona mér sagði, ertu ástfangin af þessari konu? Og ég sagði, ég veit það ekki, ég þekki hann ekki neitt, en þetta viðhorf sem hún kemur fram með svo dásamlegt og það sem hún sagði nú rétt á hann í lokin, þegar hún var spurð sem starfsmaður í heilbrigðiskerfinu, hvað að fara að gerast í þessu faraldri? Það sagði hún bara satt, við vitum það ekki, höldum aðeins í okkur andanum,
Það eru skipta skoðanir milli sérfræðinga og sófasérfræðinga. Þú segir að ég held bara, ég trúi því sjálfur að við séum á leiðin út úr þessu. Já, þú segir að það sé allt í góðu hérna. Við skiljum mjög vel að það er ekki gert nóg fyrir viðkvæmustu hópana í samfélaginu. Það eru gífurlega margir í íslensku samfélagi sem eru svo óánægðir með sín kjör einmitt núna. Vegna þess að þeirra atvinnugreinar hafa bara virkilega farið illa út úr þessu og þau eru bara mjög illa stödd og búin menntaskólanemar sem byrjuði haustið 2019 í menntaskóla eru að útskrifast í vor. Þeir eru að útskrifast í vor, þeir eru að fara 1-2 börn. Þannig að það er ekki alveg hægt að segja að sé allt með feldu og allir séu rólegir. Ég meina, við erum í átökum sem kannski einna helst af því við erum nú svo heppin að búa í friðsamasta og öruggasta samfélagi í heimi sem einna helst mætti líkja við einhvers konar stríðsátök. Við skulum bara átta okkur á því. Og auðvitað hefur þetta gríðarlega áhrif á okkur. Og auðvitað erum við búin að vera að bæta hér fjármunum inn í geðheilbrigðismál. Einmitt vegna faraldursins, það var gripið til sértækra ráðstafana í því. Auðvitað erum við búin að vera hér með efnahagsaðgerðir fyrir alla greinar og þegar atvinnulífið hefur verið spurt þá er einmitt ánægja með þær aðgerðir. Og nú er búið að boða það, til Logi nefnir það hér, í fjárlögum að það er búið að taka fjármuni til hliðar til að koma til móts við, meðal annars veitinga, menn og ferðaþjónustu. Það er verið að auka framlög til menningarmála. Ég tek undir áhyggjur hins vegar það að það er að fækka fólk í þeim greinum sem eru mjög mikilvægar og þar er verið að leggja grunn að áframhaldandi sókn á því sviði. Þannig að við skulum hins vegar átta okkur á því að auðvitað hefur þetta gríðarlega áhrif og það sem mér finnst samt svo mikilvægt því það er búið að kalla eftir því allan tíman í 22 mánuði. Nú þurfum við bara aðeins fyrirsjáanleika hvað gerist næst í þessum faraldri. Og það lýsir við erum til að mynda fást við það að því þið spurðu hérna á hvort það hefði ekki verið einhver vonbrigði að bóluefnin hefði ekki bara bjargað þessu 100% sem eru hönnuð ekki einu sinni fyrir það afbrigði sem við erum eiga núna. Og þetta er bara það sem við þurfum aðeins að sögu þegar fjármálaráðherra kallar eftir stefnu frá eigin ríkisstjórn og er kannski svolítið lýsandi. Það bara verið mjög skýr stefna hjá ríkisstjórninni allan tímann. Þegar við tölum andstöðu þessar aðgerðir þá hefur hún einkum komið frá Sjálfstæðisflokki sem er ríkisstjórnarflokkur. Já, bara í orði. Já, en er þá ekki Þórdís að þínum mati... Ég verði aðeins að fá klárlega Þórdís svarar. Við sátum hérna í fyrra og það er ekki rétt sem hefur verið haldið fram hérna að bóluefni hafi ekki verið til þá. Við ræddum bóluefnin og ég var mjög jákvæður á bóluefnin og hlakkaði til að fara í bólusetningu sem ég hef gert og þau hafa skilað gríðarlegum árangri og við þurfum að taka mið af því. En það sem að Logi og Halldór nefndu hérna áðan eru mjög mikilvæg atriði. Hættan á því að aukin völd kerfisins verði í framhaldinu notuð í einhvað annað. Ég meina, maður sér bara fyrir sér Sjálfstæðisflokkurinn og orðið mikill græningjaflokkur að fljótlega verði farið að leggja alls konar bönn á fólk til þess að bjarga veröldinni í krafti þess sem hafa gert. Gagnrýndir þú það ekki á sínum tíma að Evrópusambandið hefði klúðrað öflum bóluefnisins og við enduðum með ágætt magna bóluefni eða það ekki? Jú, ég gagnrýndi Evrópusambandið og ekki að ástæðulausu. Það klúðraði málum en þetta rettaðist, við erum hérna bólusettið ekki all. Mjög vel gert hjá heilsugæslunni og ástæða til þess að óska manni ásins til hamingju með þann árum. Þórdís, finnst þér þá ekki, áður en við klárum, finnst þér þá ekki alvarlegt og erfitt ef að þið eruð þau einu sem veita einhverju mótspyrnu við þessum aðgerðum en eruð engu að síður þau sem leggið þessa byrðar á okkur almenning? Hvers konar þversögn er þetta? Hvernig gengur þetta upp? Ég held nú að þetta sé í grunninn bara lífið sjálft sko. Ég er mjög stolt af okkar þátttöku í ríkisstjórn undanfarin ár. Við höfum staðið þá vakt og við höfum staðið saman allar ákvarðanir í megindráttum. Þið eru samt ósammála. Já, ég er stundum ósammála. Já, ég er það. En sættirðu þið bara við að þetta sé þá gert í óþökk þinni eða? Nei, við náttúrulega erum með ákveðið stjórnfyrirkomulag bara í ríkisstjórn. Eitt er einhver samtalpólitísk ábyrgð, annað er stjórnskipulega ábyrgð. Mér finnst stundum svolítið áhugavert þegar maður kemur út og það fyrsta sem fjölmiðlamenn spyrja var algjör einingum með ríkisstjórn. Eins og það sé einhvern veginn mælikvarði á það hvort að máli sé einfalt eða flókið eða hvort að þetta hafi verið rétt niðurstaða eða ekki. Við höfum tekið þetta í mjög mörgum fösum og við höfum allan tíman, ekki bara ég eða bara ráðherra Sjálfstæðisflokksins, það bara hefur verið heiðarlegt samtalinn í ríkisstjórn, spurningar, kallað eftir sjónarmiðum og annað. Og þegar tíminn síðan líður og við finnum núna að það eru fleiri og fleiri sjónarmið, en ég tek undir með Halldóru og Sigmundi. Það er bara sögulega, alveg sama hvað það er hjartaheilt og gott fólk í ríkisstjórn, þá er það ofboðslega vandasamt að fara með völd. Það er það.
og það er mjög gott og hollt aðhald sem maður fær þegar ég vakna á morgnana og ég veit að meirihluti þjóðarinnar er almennt ósammála mér. Ég veit að meirihluti þjóðarinnar vill almennt ekki að ég fari með völd. Ég veit að mig gilda upplýsingalög, ég þarf að svara fyrir þingið, ég fer í óundirbúnar fyrirspurnir. Allt þetta er stundum vesen, en allt þetta er ofboðslega mikilvægt fyrir manneskjur sem fara með völd. Og þegar við erum búin að vera í mjög langan tíma, þar sem framan af við vorum ekki mikið að spyrja spurninga með mikið aðhald til að koma að ákvörðunum sem raunverulega skertu frelsi og borgaraleg réttindi, sem ég finnst stundum þegar maður vekur máls á því eða spyr ykkur spurninga, að þá sem maður álitinn einhvern veginn óábyrgur kjáni sem að finnst það einhvern veginn ekkert skipta máli vegna þess að við erum að glíma við heimsfaraldur. Ég átta mig mjög vel á því við hvað við erum að glíma og hef gert það síðan að þessi heimsfaraldur hófst. En í öllu sögulegu samhengi að þá er það bara þannig að það að fara með vald er ofboðslega vandmeðfarið. Og þess vegna finnst mér það bara gott að við séum, og það má finna það í öllum flokkum, reglulega með spurningar og sjónarmið til þess að vera svona eins viss og við getum á hverjum tíma, hvort við erum að ganga of langt eða ekki. Ég get tekið undir þetta allt, en Þórdís, þið gætu stoppað mál. Þið gætu stoppað mál í ríkisstjórn. Ég er ekki að segja það ættu að gera það í þessu tilviki. Þið gætu stoppað þau ef þið vildu það. Ég held að við séum í þessum samtölum almennt að hafa ágætt áhrif á það hvernig mál þróast og það að vera með ólíka bæði flokka, ólíka einstaklinga, hjálpa okkur í því. En ég myndi vilja að við tækjum þetta samtal víðar til að mynda inn í þingi. Ég þarf að taka aðeins orð. Við gætum rætt COVID hér í allan dag og eins og í öllum matarboðum eins og Snorri sagði þetta árið, en við ætlum aðeins að gefa Eddu orðið aftur. Takk Erla, komin tími til að skipta takt. Unnsteinn Manuel Stefánsson er hingað kominn og með honum raftónlistarmaðurinn Hermi Gervill. Og nú veitist okkur sá heiður að kynna glænýtt lag eftir Unnsteinn sem þeir félagar frumflytja hér og nú á gamlársdag og er enda svo nýtt að nafnið var til fyrir rétt rúmum sólarhring. Það heitir Eitur. Gjörðu svo vel. Dauðan úr skel ópuð, syngdu mér ljósið sem ég þekki svo vel. Við erum tætt, vorum að vinna allan nóttina, gef ykkur að drekka svo þið ráðið við brestina. Syngdu mér ljósið sem ég þekki svo vel. Dýrguð
Við búum til ál úr hreinni íslenskri orku. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, hæ, heyrðu, hvað með fólk sem sér eitthvað á YouTube sem það eiginlega alveg með að hreina, eigi ekki eftir að virka, en svo virkar það bara alveg óvart. Fellur tryggingin okkur úr gildi? Já, sem sagt, hjá þessu fólki. Vörður.is virkar alltaf og þar langbest að tilkynna tjón. Það hefur aldrei verið einfaldara. Vörður. Rafiðnaðarsamband Íslands og aðildarfélög þess óskar félagsfólki sínu farsældar á nýju ári og þakka samskiptinu á árinu sem að líða. Sendum landsmönnum öllum til sjávar og sveita, bestu óskir okkar gleðilega hátíð og innilegar þakkir fyrir ánægjuleg samskipti. Hlökkum til að deila með ykkur gleðistundum enn ein jólin og á nýju og farsælu ári. Ölgerðin. Gleðilega hátíð, farsæll komandi ár. Þökkum samskiptin á árinu sem að líða. Hreyfill. Looking back at it, I felt the thrill of being part of the human race. But I also realized that our need to innovate often came at the expense of our own home. The question is, can we preserve our only home while still enjoying that thrill of being human? Iceair 503. Due to excessive snow, we expect severe delays to all flights. Góðir farþegar, þetta flugstöðin sem leggur nú af stað heim til Íslands. Gleðilegt nýtt ár. Icelandair. Við búum til ál úr hreinni íslenskri orku. Gleðilega hátíð. Norðurál. Húsnæði yfirlýsing. Með vali á húsnæði þitt fyrirtæki að segja, svona erum við. Við hjálpum þér við valið. Reitir fasteignafélag. Við búum til ál úr hreinni íslenskri orku. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, komið sæl aftur. Við sitjum hér í góðu yfirlæti í Gildasalnum á Borginni. Fólk aðeins farið að dýfa tungun í ákavíti hérna í auglýsingarhlénu. Þannig að það eru allir aðeins hressari, held ég, eftir við. En hægt að vera svo fyrir. Alveg nýr þáttur mættur hérna. Allir rólegir. En við höfum verið á Borginni og við erum á Borginni aftur í ár og fögnum því. Það hefur ýmislegt spennandi gerst hér, ég held samt að við losnum við óvænt atriði, en það gerðist ýmislegt annað á árinu en COVID, það ekki? Hér voru kosningar, það nú við hæfi að ræða það við þennan hóp hér. Kosningaúrslitin, við erum samt hér með sömu flokka, sömu ríkisstjórn. Þetta hljóta hafa verið vonbrigði, Þorgerður, þessi kosningaúrslit.
Nei, við erum einn 3 flokka sem að bætti við okkur. Sigurður Ingi náttúrulega vann sigur og síðan Inga sem því miður fjaragóðu gamni, ég sakna alltaf Ingu. En við erum þessi 3 flokkar sem bætti við ykkur, já, en vonbrigðin eru að hafa sömu ríkisstjórnina því að það kemur engum á óvart að ég er búin að segja þetta reyndar í 4 ára. Mér finnst þetta að vera svona kyrrstustjórn, hreyfislítið og svona jaðrarnir valda því að svona passa upp á sitt. Það hreyfist ekki til sjávarútvegi að Sjálfstæðisflokkurinn ekki að taka neitt skref. Í stórum málum, mikilvægum málum, loftslagsmálum sem ég hefði reyndað að vilja sjá meira metnað í, en við þurfum að taka skref í samræmi við rammaáætlun varðandi virkjunarmál. Þú veist, það verður allt sett á hold. Þannig að, svo ég tala nú ekki bara alþjóðastjórnmálin og bara það dýnamík sem við þurfum að ræða sem land sem að treystir á allt í utanríkisviðskiptum, hversu mikilvægt það og Viðreisn var enn og aftur einu flokkurinn nokkurn veginn í kosningabaráttunni sem að leyfði sér að ræða utanríkismál. Þegar við eigum svona mikla hagsmuni undir, þessi ríkisstjórn mun ekki beita sig fyrir því að hafa forystu því frekar en heldur en mörgur öðru. Þetta góð PR-ríkisstjórn, það breytir ekki og Sigurður Ingi og Framsókn frábær PR-flokkur en kannski ekki prinsipflokkur, ekki frekar en heldur kannski hinnir. Þannig að ég þetta gott fólk, ég dreg það ekki, það gaman að tala við það gott að eiga samskipti við þau. En það sem ég óttast mest að þessi kyrrstaða sem að ýtir okkur ekki áfram og það mjög dýrkeypt fyrir þjóðina að taka ekki einmitt á þessum stóru prinsipmálum og mér mjög ofarlega í huga sjávarútvegsmálin. Ég gerir mér alveg grein fyrir því það þyngra með Evrópumálin en við munum ekkert hætta að tala þau, Viðreisn. Við munum að halda áfram þó við verðum eini flokkurinn að ræða þau. Bæði Evrópumálin, gjaldmiðilsmálin, það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir almannahagsmuni en þetta fólk það kann PR-mál og það verður ekki aðeins til. Þorgerður, þið á henni frjálslyndu miðju Viðreisn, Samfylking og Píratar, þið eru öll að lenda á sama staði í kosningunum, í kringum 10%. Það engan augljósan mun að sjá á stefnumálum ykkar, það bara munur á fólki og áherslum og áferð. Af hverju þið ekki... Þú segir fréttir. Nú verður allt vitlaust hér. Þetta einhvern veginn allt orðið bara sama miðjumóð og maður veit ekki, valkostirnir voru ekkert skýrir, þú veist. Ég bara skal taka þetta, Þorgerður. Nei. Það getur þið saminast um þetta. Ég held að sé alveg augljóslega rétt hjá þér að við þurfum, við 3, að minnsta kosti og jafnvel fleiri, að horfa í þetta. Og ég sagði það strax eftir kosningarnar sem voru vonbrigði fyrir okkur að þetta kallaði á nýtt leikskipulag. Það eru bara of stór mál undir til þess að flokkar sem eru mjög sammála veigamikla breytingar sem þarf að gera á samfélaginu taki ekki í rauninni ábyrgð og vinni þéttar saman. Ég held að það sé augljóst mál að það sem að skóp sigur núverandi ríkisstjórnarflokka var auðvitað bara að þjóð sem að margoft hefur lýst því yfir og hún vil gera veigamikla breytingar á nauðsynlegum kerfum hjá okkur, hún lagði ekki í það eftir 1,5 ár af COVID. Þannig að fólk kaus með núverandi ástandi. Þessir ríkisstjórnarflokkar eru hins vegar mjög ólíkir en hafa náð saman vegna þess að það eru einhver þægindi og traust á milli leiðtogana sem vissulega mikilvægt og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Er það ekki bara galdurinn, er einhver vandi? En stjórnmálaflokkar verða að vera metnaðarfyllri og átta sig á því að þeir eru ekki búnir til fyrir sjálfa sig. Þeir eru búnir til fyrir þjóðina. Þannig að flokkar sem að hafa einhverja hugsjónir, hafa stefnu, verða að standa með þeim eftir kosningar líka. Ekki bara velja sér auðveldustu partneran á ballinu. Kaldur þetta bara kósí? Þetta er svona rosa kósí. Það alltaf voru gaman að hlusta á greiningar annara á manns eigin flokki og ég vil nú þakka Þorgerði fyrir að rósa vinstri grænum fyrir PR. Þetta nú í fyrsta skipti sem ég fæ slíkt rós og ég vissum að starfsfólk hreyfingarinnar verið mjög ánægt því yfirleitt þykjum við verst allra í PR-i. Þannig að þetta er bara, ég tekur svo sem miklu gott. Já, þú mátt alveg taka þessu hrósi, en þið töfum þess að 5%. Já, þannig að þú ætla kannski að taka þetta tilbaka. Ok, hún tekur þetta tilbaka, það er ekkert PR í gangi. Leit alltaf ekki til kosningasegur. Þú líka. En sko, áháð öllu þessu, þá segir mér finnst ágætt að við aðeins horfum á við til dæmis töpuðum fylgi. Miklu minna fylgi en hafi verið spáð og ég get bara rifjað upp, ég ætla nú ekki að nota tíman hér á þessum yndislega degi til þess að fara að rifja upp þær hrakfarir sem okkur var spáð 2017 þegar við fórum í þessa ríkisstjórn.
Staðreyndin auðvitað sú að það hefur mjög margt verið gert sem horfir til framfara fyrir íslenskt samfélag á seinustu 4 árum og sömuleiðis vegna þess að við höfum verið í þessari ágjöf sem faraldurinn hefur veitt okkur, það hefur ríkisstjórnin náð að halda mjög vel á málum. Og það auðvitað ástæðan fyrst og fremst og ekki auglýsingar eða PR fyrir því að ríkisstjórnin hélt velli eftir kosningar sem hefur auðvitað ekki gerst mjög lengi á Íslandi. Síðan vil ég segja það auðvitað ekki hægt að kalla það einhverja kyrrstöðu þegar fólk bara í grundvallaratriðum ósammála, eins og til dæmis aðild að Evrópusambandinu. Aðild að Evrópusambandinu er ekki spurning framfarir eða afturfarir. Þetta bara spurning grundvallarafstöðu, hvaða grundvallarafstöðu við höfum í Evrópumálunum. En hvað með sjávarútvegsmálin, Katrín? Hvað með sjávarútvegsmálin? Því Þorgerður að ræða hér alþjóðamálin. Alþjóðamálin, nei, þau eru mjög mikilvæg og við ræðum þau ekki nægjanlega. Já, en viljið ekki ræða alþjóðamálin eða hvað? Ég ætla að fá að ræða þau af því þar stendur Ísland fyrir tiltekna hluti þar sem er sannarlega ekki ofgnótt af málsvörum í heiminum og þá er ég að tala hér eins og jafnrétti kynjanna, ég er að tala mannréttindi og ég er að tala lýðræðisskipulag og þar höfum við staðið okkur með einstaklega öflugum hætti á undanförnum árum. Við erum að fara að taka hér við formennsku í Evrópuráðinu, bendi ég utanríkisráðherrann, við tókum í fyrsta sinn sæti í mannréttindaráðinu og það er ekki hægt að afgreiða þessa stefnu og þessa sýn í alþjóðamálum sem kyrrstöðu af því að við viljum ekki ganga í Evrópusambandið. Það er ekki þannig. Hvað varðar sjávarútvegsmálin, þá erum við auðvitað að boða það að fara mjög heildstætt yfir það kerfi og ég hef mjög mikla trú á sjávarútvegsráðherra. Já, ég meina, það er stundum sagt að þessi ríkisstjórn hafi skipað margar nefndir. Þorgerður skipaði nú nefnd og það kom nú lítið út úr henni. Já, kom út úr henni þá það. Kannski út af fulltrúa VG í nefndinni. Já, var þetta ekki allt okkur að kenna? Ég ætla bara að leyfa mér að vinna það að VG var nú stærsti vinstriflokkurinn eftir þessar kosningar sem kannski ætti að vekja einhverja aðra hér við borðið til umhugsunar. En talandum bara vinstri orðið, ég meina Katrín, nú skrifar Ögmundur og þetta er hvorki vinstri græn, Jón Kalman skrifar vinstri íhald, þú ert gríðarlega vinsæla meðal sjálfstæðismanna sína kannanir okkar. Já, það getur vel verið. Ert þú búin að breytast í pólitík? Nei, ég veistu það. Hefur ekki breyst neitt? Að vinna með Bjarna og Sigurði hefur ekki breyst neitt? Veistu, af hverju ég er í pólitík? Af því ég vil ná árangri fyrir samfélagið. Hvað er ég vil ekki endilega vera í pólitík til að fá sem flest like á einhverjar færslur eða eitthvað annað slíkt. Mér finnst pólitík eiga að snúast það hvernig maður getur ná raunverulegum árangri fyrir samfélagið. Og það sem okkur fannst mikilvægt fyrir 4 árum var til að mynda að hefja þessa uppbyggingu innviða. Og það sem okkur finnst mikilvægt núna er að taka kannski stærstu pólitísku ákvörðunina sem hefur verið tekin og er það sem ekki rætt einu sinni hér við þetta borð, sem er sú staða að við erum með ríkissjóð í 170–180 milljarða halla en við tökum pólitíska ákvörðun að verja almannaþjónustuna, verja kerfin okkar, verja innviðina, að við erum að draga lærdóm af fyrri reynslu og að því við ætlum að vaxa til velsældar. Og þetta er ekki einu sinni deilt við þetta borð. Finnst þér þú hafa náð miklum árangri fyrir veikustu hópana eins og öryrkja og telurðu að það Katrínu finnst það vafalaust. Katrínu finnst það vafalaust. Ég get nefnt endalaust dæmi réttlætisbreytingar á skattkerfinu, hækkun barnabóta, breytingar á fyrirkomulagi atvinnuleysistrygginga, breytingar sem þarf að ráðast í gagnvart örorkulífeyrisþegum, þar sem við höfum samt verið að draga úr skerðingum, þannig að árangur, já. Árangur, já. Ég verða aðeins að fá að hoppa inn vegna þess að ég veit ekki hvað það er. Að eðlisfari þá er ég mjög jákvæð manneskja, þannig að fyrir taugarnar á mér hérna þegar Sigurður Ingi er að segja að ég sé alltaf bara ógeðslega fúl og alltaf ómögulegt hérna. En það er bara eitthvað. Kannski er það COVID, kannski er það að vera með þessa ríkisstjórn í 4 ár og hafa hana áfram með freyðivíni, ég veit ekki hvað það er. En það er bara, það sem mér finnst skort út af því að ég hef hort upp til Katrínar sem forsætisráðherra og ég hef einhvern veginn hort upp til hennar sem hugsjónamannesku. Og mér þykir svo hugsjón hafa horfið, eða ég sé hana allavega ekki og mér þykir það miður og því við erum á tímapunkti í samfélaginu og bara í samfélagum heims sem að skipti gríðarlega miklu máli að vera framsýn og vera ekki einhvern veginn stopp og stöðnuð. Og það sem ég upplifi núna er að við erum með íhalds, svona stöðnunarstjórn yfir okkur sem að talar það sem einhvers konar stöðuleika en málið stöðuleiki er samt lifandi. Hann er ekki dauður eins og stöðnun. Þannig að stöðuleiki felst í því að horfa til og fara í alvöru aðgerðir í loftslagsmálum og sjá tækifæri í því en ekki bara kostnað og hindranir. Sjá tækifæri í fjárfestingu. Það felst í að fjárfesta í mannauð. Það felst í því að sjá það að það gengur ekki að vera með fátækt í svona ríku landi og lyfta fólk upp úr fátæktargildrum almannatryggingakerfisins en ekki tala heilt kjörtímabil og áfram kerfisbreytingar sem koma aldrei og nota það sem einhverja afsökun til þess að halda fólki í fátæktargildrum áfram. Við ætlum að sjá hvað... Ég bara verða að fá að bæta við og því þetta er
mér þykir miður að við erum stödd á tímum þar sem við sjáum ekki færi á því að horfa til framtíðar í mikilvægar kerfisbreytingar og við megum ekki fela okkur bak við COVID. COVID kemur líka með tækifæri til okkar. Tækifæri til þess að bregðast við á framsýnan hátt og það bara það sem ég hef áhyggjur af með þessari ríkisstjórn og ég vona að ég hef rangt fyrir mér en ég vil sjá það ekki bara í orðum heldur gjörðum. Við höfum eftir að ræða nú, við höfum eftir að gefa fleirum hérna kost á að velta þess aðeins fyrir sér. Við gerðum könnun á dögunum þar sem að Maskína gerði könnun fyrir okkur þar sem við tókum punktstöðuna í almenningsviðhorfinu og við spurðum sko hvernig ráðherrarnir væru taldir að hafa staðið sig í kosningabaráttunum eins og það er auðvitað Formennir. Já, formennir segi ég og það er auðvitað þar sem við svona deilum hugmyndum og ef við lítum aðeins á grafíkina þá sjáum við að Sigurður Ingi er talinn hafa staðið sig best formanna í kosningabaráttunni. Fast á hans hæla fylgir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og þar á eftir kemur Inga Sæland sem vann auðvitað fyrir sitt leyti ákveðinn kosningasigur þótt hún sé ekki hérna með okkur í dag. Svarendur eru síðan svona meira og minna hlutlausir gagnvart Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Pírötum en Logi Már og Gunnar Smári eru taldir hafa staðið sig illa af meirihluta fólks. Og loks er það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem fær ákveðna útreið, verð ég að segja, fyrir frammistöðu sína í kosningabaráttunni og tæp 76% telja hann hafa staðið sig illa. Hann er bara þarna rétt fyrir ofan Guðmund Franklín sem náði náttúrulega árangur sem við vitum öll hver var. En þarna er maður beint að velta fyrir sér Sigmundur. Hvað gerist þér hjá okkur í ár? Það er gaman að sjá að fleiri telja að ég hafi staðið mig vel en kusuflokkin. Já, það er eitthvað. Persónufylgi? Ég veit það ekki. En sko, auðvitað fóru þessar kosningar ekki vel fyrir okkur. Við töpuðum jafnmörgum prósentustigum og VG, mikil sorgarsaga. En ég held að það sé augljóst hvað leiddi til þess. Þetta leit allt svo vel út í febrúar 2020. Við vorum með 14,2% fylgi í Gallup og ríkisstjórnin í tómum vandræðum með sína pólitík. Svo kom COVID og það gjörbreytti bara aðstæðum. Hvað það? Það gerast hlutir í lífinu og maður þarf bara að aðlaga sig að því. Þú hefur sagt þess að COVID-sögu áður í kosningabaráttunni. Þetta er ekki COVID-saga, þetta er bara tölfræði. Já, en síðan kemur kosningabaráttunni og þið endurnýið og farið með nýtt fólk fram og konur og fólk úr minnihlutahópum og svo framvegis. Höfðaði það ekki til fólksins ykkar, kjósenda? Ég held ekki, ég er viss að allir frambjóðendur flokksins voru alveg frábærir frambjóðendur. En þetta var löngu hægt að snúast pólitík. Þetta snerist bara það að halda óbreyttri stöðu og fólki kannski leið ágætlega með kerfisstjórn við þessar aðstæður. Nú komið nýtt kjörtímabil og við erum með 2 þingmenn, það hefði fengið 3 en erum með 2 núna og það eru kannski alltaf 2 ár í næstu kosningar. Og sá tími mun nýtast vel því að við munum ræða pólitík, við munum ræða stefnu. Og þar kemur maður að tómum kofanum hjá stjórnarflokkunum. Sjáum til dæmis bara þennan góða forsætisráðherra. Afskaplega viðkunnanlegur stjórnmálamaður og manneskja. Vel liðinn af mér og held ég bara flestum öllum öðrum. En hvað ætti að koma í veg fyrir að Katrín Jakobsdóttir geti verið formaður Sjálfstæðisflokks? Ég held bara að eins og hlutin hafa þróast, þá gætu þessi stjórnarflokkar allir sameinast í einn undir forystu Katrínar. Því að ég man ekki eftir neinu atriði, þannig að ef maður skoðar áherslur og stefnu stjórnarflokkana, sem ætti að koma í veg fyrir það að Katrín Jakobsdóttir gæti bara orðið sameiningarafl kerfisflokkana. Þórdís segist geta sagt. Og sameina á alla í einn. Ég ætla að segja áðan, þetta var alveg að fara að eldast illa þessi innkoma mín en svo líka hann aftur við. Ég ætla að fara að segja að Katrín má taka það eins og hún vill. En hún er mikill vinstrimaður, þannig að það er dálítið áhugavert fyrir mig sem þekki ekki hreyfinguna eins og þau sem hafa starfað inni, eins og Ögmundur og einhverju fleiri, lýsa henni sem einhverju manneski sem hefur skilið hugsjónum sínar eftir, vegna þess að Katrín er ein mesta hugsjónamanneski sem ég veit sko. Og er mikill vinstrimaður. Og ég meina það... Við láttum ykkur hafa það. Já, við gerum það svo sannarlega. Ég ætla ekki að fara að mæra Katrínu en það er samt fínt dagur til að gera það á síðasta degi árs. En ég ætla bara að segja það samt, af því ég segi þetta alls þar. Katrín, eins og allir hér vita, er gott fólk. Og Katrín er traust
og hún getur tekið ákvarðanir af því hún kann að vera forsætisráðherra. Og ég held að það geti verið svolítið snúið fyrir formann í hreyfingu eins og Vinstri-hreyfingin grænt framboð sem á sína systurflokka sem eru held ég með þá stefnuskrá sinni að vera ekki í ríkisstjórn. Eins og hún sagði að vera í pólitík snýst að hafa áhrif á leikreglur samfélagsins og koma ykkur til leiðar. Og alveg eins og hér búið að gera mikið úr því að mér finnist ég stundum ekki á mig hlustað í einhverjum sjónarmiðum varðandi COVID, að þá held ég að það geti líka oft verið ansi snúið að vera formaður í flokki, forsætisráðherra, í 3 flokka stjórnarsamstarfi með ólíkum flokkum, með stjórnarandstöðu sem líka bara alls konar. Ekki svo ólíkum lengur. Jú. Hvar liggur munur? Já, hann liggur náttúrulega bara í mörgum grundvallaratriðum, en ég myndi segja að það sem mér finnst mörg okkar hafa í raun sameiginlegt kannski með Katrínu, allavega ég, kannski einmitt til þess að svara gagnrýni Þorgerðar að þetta sé eitthvað svona staðnað og ekki einhvern veginn eitthvað svona umbreyting og að því ég meina sókn okkar í mörgum stórum málum, hvernig við höfum verið að reyna að færa okkur hraðar inn í nútímann, sókn í nýjum atvinnugreinum og aðra þætti sem gerist ekki sjálfsagt og hefur þurft pólitíska forystu fyrir. Ef þú ert í pólitík til þess að koma á framfæri þínum sjónarmiðum, Sjálfstæðisflokksins og hægri sinnuðum sjónarmiðum, hvernig fellstu þá á að flokkur sem með jafn lítið fylgi á Vinstri grænir stýrið í algjörlega hvað þið gerið þegar þið farið með stjórn landsins? Já, sko ég held að í fyrsta lagi það náttúrulega ekki þannig að Vinstri-hreyfingin grænt framboð stýri öllu því sem við gerum. Forsætisráðherra stýrir ríkisstjórnina en verkstjóri? Já, algjörlega. Forsætisráðherra verkstjóri og stýrir Mikil vinstri manneskja, hvað eru þið þá að gera? Eru þið þá... Já, við náttúrulega erum þannig skipað stjórnvald að það ekki þannig að allt sem kemur inn í ríkisstjórn þurfi samþykki allra. Við fáum ekki samþykki ríkisstjórnar. Heldur eru ráðuneyti til að mynda, það skiptir mjög miklu máli hvaða ráðuneyti liggja hjá hvaða flokkum og hvaða mannaval þar innan borðs. Það ýmislegt hægt að gera án þess að vera með einhverja pólitískt samþykki þótt að þetta sé alltaf einhver pólitískur veruleiki. Ríkisstjórn getur stoppað mál. Já, algjörlega, og það höfum við gert, það hefur VG gert. Þið gerðu ekkert í heilbrigðismáli, þið stoppuðu ekkert þar. Þann sósíalisma sem var í gangi þar, bara fyrirgefðu. En Logi, ef við tölum aðeins þessa könnun, þá kemur þú heldur ekkert sérlega vel út að það kemur álíka jafnvel og Gunnar Smári og við vitum nú líka hver afdrif hans voru. Þinn tími kominn í Samfylkingunni? Sko ég ætla ekki að halda því fram eins og forsætisráðherra áðan sko að ég sé svo einhvern veginn þroskað manneskja að fáið að mörg læk hafi ekki áhrif á mig. Eru lækin að ná til þín? Auðvitað skiptir þetta máli. Ég held að það hafi líka spilað inn í að ég var mjög afdráttarlaus. Það var ekki endilega sko allir í Samfylkingunni sem að tóku undir það með mér að við ættum til dæmis að bara lýsa því yfir að við ætluðum ekki að starfa í hægri stjórn. Þannig að ég held að það sé alveg örugglega ekki að spila með mér í svona könnun. Hins vegar ítreka ég það sem ég sagði áðan að niðurstöðu kosningana bæði fyrir Samfylkinguna, fyrir Frjálslynd öfl og fyrir félagshyggjuna kallar á breytt leikskipulag og öðru sem svaraði því ekki. Ég efast nú reyndar að hafi neikvæð áhrif á framstöðuna eins og könnun að segjast ekki vilja vinna með hægri flokkum. Ég meina það hlýtur að vera vinstri kjósundum að skapi. Ég er að tala um svona þig innan flokksins, ég meina Kristrún Frostadóttir, við töluðum næstu meira við hana í kosningabaráttunni en þig ætlað þú að halda áfram til þess að landsfundi á næsta ári? Ég meina, þú veist, ég tók bara meðvitað ákvörðun það í þessari kosningabaráttu að við ættum að tefla þessari konu fram af því að ég held að hún sé eitthvað það skemmtilegasta sem komið fram í íslenskri pólitík og það sem getur orðið þjóðinu mest að gagni. Ég er svo heppinn að vera í liði, bæði þingliði og í flokki þar sem við höfum alveg ótrúlega marga öfluga stjórnmálamenn, bæði á sveitarstjórnarstigi og inn í Alþingi. Við getum auðveldlega skipt stöðu. Við munum... Það þarf ekki sterkan leiðtoga? Já, hvað sterkur leiðtogi? Það svo aftur annað mál. Við munum vera með landsfund í október og þá kemur bara í ljós hvernig við teflum okkar forystu fram. Ætlar þú að halda fram? Ég ætla ekkert að segja til það fyrir bara í sumar. Þá sjáum við til hvernig það þróast. Það margt í þessu Sigurður Ingi. Hérna hefur komið ýmislegt fram eitthvað ríkisstjórn og þið framsóknarmenn hafi verið sagðir sigur vera kosningana og voru það auðvitað mörgu leyti. Ekki bara best að gera ekki neitt? Eitthvað sem einhverjur leggja út af þessu kosningaslagorði ykkar? Það að gera ekki neitt? Ég heyri að menn hafa reynt ýmislegt við þetta borð og jafnvel á síðustu vikum ég að reyna að draga úr þessum kosningasigri. Þú notaðir orðið miðjumoð að það væri komið vandræði hjá þessari svokölluðu frjálslyndu miðju
Og ég veit ekki af hverju menn tala niður miðjuna. Vegna þess að miðjan kannski sá hópur Íslendinga sem að flestir vilja vera. Venjulegt fólk. Og við erum þar og við vorum mjög skýr í því sem við vorum að gera á síðasta kjörtímabili og talandi stöðnun og allt þetta. Og svo segir Logi að hann ætlar að fara í breytt leikskipulag. Ég sá það ekki, ég hef ekki séð að gerast hingað til í þinginu. Kannski kemur á nýja... Stjórnarandstaðan hefur nú sameinast einhver mál nýja ári á þessu þingi. Má ég aðeins. Nýja ári. En staðreyndin út af þessu og ég ætla ekki að tala niður til fólks. Kosningarnar í lok september snerust það hverjum þú treystir til þess að stjórna landinu á hvaða grunni. Og það var ekki tilviljun að Framsóknarflokkurinn vann. Ein stærsta kerfisbreyting sem var gerð í málefnum barna var leidd af Framsóknarflokknum af þessari ríkisstjórn og menn eru enn að tala það sem eitt stærsta verkefni sem hafi verið gert. Og það var ekki tilviljun. Það var ekki það eina og ég nenni ekki að fara að telja upp öll mál sem við gerðum. En ég held að þessi 27 stefnur sem við fórum í gegn, ríkisstjórnin, sem við erum síðan að framfylgja, sem við síðan í þessum mjög langdregnu stjórnarmyndunarviðræðum vorum að taka meðal annars upp úr og skrifa og erum að fara inn í umtalsverðar breytingar á nýjum grunni, meðal annars á grundvelli stefnu miðjunnar, sem prinsípstefna, Snorri, ekki miðjumóð, það prinsípstefna og þeir flokkar sem í 4 ár töluðu stöðnun, töluðu kerfisflokka, töluðu niður. Fólkið í landinu sagði, nei takk, við ætlum að kjósa þau og við ætlum að kjósa Framsókn til að tryggja að þessi stefna verði áhersla næstu 4 ár. Og við erum þar. Og við erum á fullri ferð. Sigmundur, þinn gamli flokkur, Sigmundur búinn að blása heilmikið hérna og segir að sé engin pólitík og eitthvað svona. Hann hefur núna tækifæri. Hver voru kosningaáherslur Framsóknarflokksins? Þorgerður Katrín byrjaði hérna með alls konar hávaða. Þorgerður Katrín og Sigurður eru að semja frið þarna. Flokkur fólksins búinn að kjósa fleiri atkvæði en Viðreisn í 2 kosningum. Já, en akkur var Viðreisn ekki tekin inn í þessa stjórn? Af hverju? Já, akkur var það ekki einu sinni rætt ef að Sjálfstæðisflokkurinn hægri flokkur? Akkur þá ekki einu sinni? Þessi stjórn með mjög gott jafnvægi og eftir að stjórnarsáttmálinn varð kynntur, þá erum við búin að sýna fram á að jafnvægið heldur áfram. Ég skal segja að Viðreisn er ekki tekin inn. Þeim líður svo vel í skjóli Katrínar Jakobsdóttur. Þorgerður, bara vera þar áfram. Rétt að lokum. Hefðu viljað fara í stjórn með Bjarna og Sigurður? Þetta eins og Sigmundur segir að það þægilegt og ég ætla ekki að draga úr þessu hóli á henni Katrínu. Það þægilegt að vera í hennar skjólu. Auðvitað vilja strákarnir það, bæði Bjarni og Sigurður Ingi. Þeir eru, já, og þið sem eru þar. Er þetta bara einhver spurning um Nei, við skulum bara átta okkur á því. Spurning um pólitík. Þetta prinsípstefna. Við skulum átta okkur á það. Prinsípstefnan, það er verið að tala um prinsípstefnu og jafnvægi. Sjálfstæðisflokkurinn velur að vinna með þeim flokki sem lengst til vinstri á Alþingi. Byrjar á því eftir að hafa verið í kosningabaráttu að veita aðhald í ríkisrekstri að fjölga ráðuneytum, að þenja út báknið upp á nokkur 100 milljónir króna til þess, að Framsóknarflokkurinn, því það er stærsta prinsipmáli, það var að fjölga, það var að... Ég veit ekki hvað í Við þurfum að gera upp þessa næsta Það er það sem skiptir máli fyrir Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn var að fjölga ráðherrum til þess að geta verið áfram í ríkisstjórn. Algjörlega. Við ætlum að ráðherrakaplanum betur eftir þá verður við ætlum að skipta örstutt yfir léttara hjal vegna þess að við ætlum að sýna ykkur frá því að hér á fréttastofunni rétt eins og því stjórnmálafræðin ykkur verður á en okkur líka og við ætlum aðeins að skyggnast á bak við tjöldin hjá okkur í fréttastofunni til þess að aðeins að róa okkur niður. Enginn veit neitt og allir eru bara að gera sitt besta. Þessi tilvitnun hefur líklega sjaldan átt vel við og á þessu síðustu og vestu. Við gerum öll mistök en það er mikilvægt að tapa ekki gleðinni. Skulum kíkja aðeins á bak við tjöldin hér á fréttastofunni. Veistu hvað, hvenær þessum kórónufaraldri lýkur? Bara sem fyrst.
Nei, mér finnst þetta bara svo fyndið. Það er ekkert búið að gerast síðan áðan. Bjarni, annars að við vitum alveg, þá er fyrir sig að takmarkanir verði meira og minna eins. Ég verð á það. Já. Heyrðu, bara heyrðu ekki. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Bækur og hver, syngding var gamli minn. Stjórnarandstaðan gerir mikla athugasemdir við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar en kallað bráðabirgðafrumvarp. Er einhver takmark fyrir því hversu mikil breiðfylking Sjálfstæðisflokkurinn getur verið? Þú var að spyrja þessa spurninga eftir. Hreinlega taka hana með haus og öllu og nú borðar hann bara svona. Já, hérna. Nú er stórðan líka. Ég er ekkert í þeim. Fjölmiðlar í sig. Já, við erum hérna í Kringlunni og þetta er sannkallaður nefnkóksviðbjóður rétt eins og það á að vera. Það hefur verið nefnt hérna erfið mál, ég ræddi það aðeins í Bjarna áðan, meðal annars eins og miðlendis hágað. Það er erfið mál sem þið hafið þurft að ræða eins og hérna miðlendis, á hverju segi ég miðlendis? Miðhálendis. Miðhálendis. Þannig að það eru honni í veskið. Ég hættu þessu. Þú ert að djóka. Nei, ekki hrist á svona veskið. Ég er að gera hann brjálaðan. Já, opna þér varlega. Ó, grínast, þú er veskið. Já. Sip the Chris and get pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know. Það allir ósammálaðir Heimir, allir. Já, það allir vitlausir nema ég. Það er 8 flokkar fulltrúa á þingi. Gæti orðið 11, kannski 10, ég veit ekki. Nóg flokkum. Já, þá er maður Ok, það rúlar. Ok. Ljóst er þetta alltaf lagi? Einu sann, þetta er bara kjör. Og... Nei, býttu, ég er með í vörðin. Gleymd að vera glaður. Íslendingum sem að eitthvað, já, yes, aftur, sérst hvað höndir með titra. Sorry, ok. Könnunarinnar, wow, könnunarinnar. Þetta er ekki gott orð til að nota. Æ, ég rakst í hérna. Segjum að vera að bera ofan. Halló, nú heyri ég ykkur. Sindra biðið þetta. Það verður ekki að væri bara á Speedo. Já. Hér í Laugardalshöllinni hefur nú verið boðið upp á örvunarbólusetningu í nokkrar vikur. Sjást skotnir sem ég er í? Ok, þetta eru ekki alveg flott skotnir. Íþróttir er næstar. Íþróttir. Nei, það er alls ekkert íþróttir í kvöld. Þið fá bara íþróttirnar á morgun. En eins og sést er í gegnum blaut, sjór gengur hérna á land við Hörpu. Ég með hálfan sjóan í munninum. Við Bjarni tökumaður komum hingað klukkan 6 og þá var bara... Já, en alla storma lægir og birtir til á ný. Fréttastofan þakkar samfylgdina á árinu. Við hlökkum til að standa vaktina fyrir ykkur árinu 2022.
Já, velkomin aftur í Kryddsíldina. Við erum hér við borðið með formönnum flokkana, þeim sem komist, ekki Ingu Sæland að vísu, vegna Þórdísar. Við ætlum að halda áfram þar sem við hættum síðast. Þorgerður, þú varst að fara að byrja að tala þennan ráðherrakapall við myndun þessara ríkisstjórnar, þar sem ráðherrum var fjölgað úr 11 í 12. Já, ég bara ætlaði að segja, mér fannst þetta svona ákveðið metnaðarleysi að byrja þannig að þenja út ríkisútgjöld með þessum hætti. En á sama tíma að tala það að það þurfa að menn hafi áhyggjur af því og geðheilsu fólk sem í sóttkví en vilja síðan ekki niðurgreiða sálfræðiþjónustu og kalla það að niðurgreiða sálfræðiþjónustu skrípaleika eins og einn ráðherra í ríkisstjórn orðaði það. Þannig að mér fannst þetta svona þetta slöpp byrjun hjá ríkisstjórn sem er skipuð jafn ágætu fólki og hana skipar. En á endanum þá, þú veist, að ég hlusta á það sem Katrín var að segja, hún var ekki pólitík fyrir lækinn. Ég er glöð að heyra það, en ég vona hún sé í pólitík til þess að koma einhverjum og þoka einhverjum málum áfram. Stjórnarskráin, auðlindaákvæði stjórnarskrá, nei, það er ekki þarna. Við erum enn að sjá ákveðna kyrrstöðu í kringum allar stærstu kerfisbreytingarnar sem þjóðin er að kalla eftir. Þjóðin, Sigurður Ingi sagði áðan, þjóðin hafi verið að kalla eftir þessari ríkisstjórn. Ég held að þjóðin hafi ekki verið að kalla eftir málefnalega ákveðnum málum. Það er meirihluti á þingi og í samfélaginu fyrir breytingum í sjávarútvegi, fyrir auðlindaákvæði, fyrir mörgum öðrum svona stórum málum. Þjóðin var ekki að kalla eftir því. Þannig að ég spyr, Snorri, ég spyr eftir síðustu 4 ár, við komumst ekkert áfram með stjórnarskrána, ekki auðlindaákvæði, ekki neitt. Hvað verður eftir þessi 4 ár? Verður þetta bara búið að festa í sessi nýjan kolkrabba í boði þessara ríkisstjórnar? Mér langar að spyrja vegna þess að þú nefnir þessu opinberu útgjöld og það er alveg rétt að til dæmis þessi bara ráðherrakapallinn kostaði fleiri 100 milljónir, líka fyrir þetta kosti 200 milljónir á ári að halda út í nýju ráðuneyti en allavega. Minnstakosti. Ráðherrabílarnir 240 milljónir, aðstofamennir 300 milljónir, upplýsingafulltrúarnir 350 milljónir, útgjöld til stjórnarflokkana, bara til flokkana á Alþingi, það eru 730 milljónir á síðasta ári, bara 200 til Sjálfstæðisflokksins sem er komin í fasteigna uppbyggingu í Reykjavík þegar hann hefur svo mikið af opinberu fé á milli handana. Hvað erum við að gera þetta, skilur við? Já, við getum rætt stuðning við stjórnmálaflokka, en... Já, það er bara verið að, hvað er þetta annað, er þetta sjálfstaka, skilur við? Já, sko, Valhalla, Reitur og lóðir þar hafa ekkert með fjármagn ríkisins til stjórnmálaflokka að gera, heldur... Já, þeir eru búin að fá 200 milljónir á ári á síðustu svona 3 árum og við höfum, og þetta er hjá þjóð sem er með mjög háa skatta. Erum við bara að borga fyrir því að þið haldið völdum? Ég meina, pólitískir aðstofamenn... Það er það sem við... Já, er það ekki? Snýst þetta allt um það? Nei. Er þetta farið að snúast sjálft sig? Er þetta orðið bara svona stjætt atvinnustjórnmál? Ef þú ert að spyrja mig hvort að ég myndi styðja það að við færum ykkur frekara aðgerðir til þess að minnka ríkisbáknið, þá svarum við því já. Ég var að segja að þið eru ekki búin að gera það. Ég fer ekki felum, já ég hef gert það. Ég hef gert það á minni vakt, þar sem ég hef getað með mína málaflokka síðastliðin 4 ár sem ég hef haft til þess. Hvernig? Já, með málum, sko, það er gaman skildi spyrja, vegna þess að flest einföldunarmál sem við höfum komið með inn á þing hafa ekki notið stuðnings Miðflokksins sem hafa samt mikið talað fyrir því að minnka báknið. Þetta er fyrsta lagi ekki rétt. Fyrir utan það sem þú hefur fyrst og fremst gert er að fella úr gildi einhverjar reglugerðir sem voru... Ég lagði niður opinberu stofnun og skilaði mörg 100 milljónum til ríkissjóðs. Það er það sem ég gerði. Þú gerir það aldrei. Báknið hefur bara vaxið í ykkar tíð og eftir höfðunni dansa limirnir, forsætisráðuneytið hefur þanist gríðarlega út á þessu kjörtímabili eins og aldrei áður. Báknið og það sama við öll tækifæri ríkisstjórnarinnar til að eyða meira en það er rétt að segja þetta báknið við köllum það er að vaxa opinberu starfsmönnum fjölgar á meðan var það fæsta opinberu starfsmönnum fjölgar 9.000 Það er algjört lykilatriði að gera greinarmun á því að í samfélagi þar sem til að mynda þú horfir framan í öldrun þjóðar sem að við horfum framan í eins og allar aðrar þjóðir það mun þýða að umönnunarstörf fjöldi þeirra mun vaxa og vaxa og vaxa Vissulega getur það verið þannig að þau störf geta verið af hálfu hins einkarekna aðila eða hins opinbera. En alla jafna þannig að hið opinbera borgar fyrir það. Þetta er í mínum huga ekki bákn. Það þegar við búum til meiri verðmæti í samfélaginu og notum stærri hluta þess í ný lyf, í tæki, í þjónustu við veikt fólk, þetta er ekki bákn. En verulegur hluti þess er... Vissulega er annar hluti líka bákn og þar höfum við ekki... Já, verulegur hluti þess er bara að fara í ykkur. Ég meina, bara laun þingmann hafa hækkað upp í 1,3 milljónir, það er eiginlega enginn á strípuðum taxta. Þetta eru 48% hækkun á síðustu 5 árum sem er bara miklu hærra en gerist á almennu markaði og á sama tíma á almennu markaði með vandræðum. Ég meina, þurfið þið þingmenn og þið kjörnir fulltrúar ekki bara
ég ætla baka og reyna að draga verulega úr þessu. Hvað með þessar ráðherrabíla? Er ekki hægt að hætta með ráðherrabílana í kreppu? Ég ætla bara aðeins að fá að koma inn í þetta, því það er líka svo margt búið að segja hér mig af mínum félögum hérna og ég ætla bara aðeins að fá að tala í fyrsta lagi kerfisbreytingar. Því það er dálítið áhugavert að heyra hér endurtekið þetta þrástef og ef fólk ætlaði að fara í nýtt leikskipulag á þessu kjörtímabili þá er það allavega ekki búið að birtast því þetta var þrástef allt síðasta kjörtímabil og líta algjörlega fram hjá þeim kerfisbreytingum sem hafa verið gerðar. Þú nefnir laun þingmanna, kjararáð var lagt niður. Úrskurðir þess voru hér eilíf uppspretta deilumála. Nú hefur það verið tryggt að kjör þingmanna fylgi í raun og veru bara launaþróun eins og hún er skilgreind í lögum. Þetta er kerfisbreyting. Tölum jafnréttismálin því þau hafa nú ekki verið tekin upp hér og það er nú dæmi ekki bara kerfisbreytingar, heldur bara samfélagsbyltingu sem við erum stödd í, sem er auðvitað MeToo-bylgja númer 2 sem hefur gengið hér yfir samfélagið á þessu ári og skiptir alveg gríðarlegu máli. Og þá Jón Gunnarsson fengið í dómsmálaráðuneytið. Að við stjórnmálamenn, ég meina, látum þetta ekki snúast menn, látum þetta snúast þær breytingar sem hafa verið gerðar. Til dæmis þá forvarnaáætlun sem var samþykkt í þinginu, þvert á flokka, mér til mikillar gleði sem snýst það að þetta verið hluti af skólastarfi, forvarning gegn kynbundnu ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi og áreitni. Þetta er risamál sem varðar okkur öll, ekki bara konur sem yfirleitt eru þolendur þessu ofbeldis, heldur karlana líka. Þetta er kerfisbreyting sem á að verða í þessu samfélagi. Við erum búin að vera að styrkja réttarkerfið. Við erum búin að vera að gera breytingar á lögum til þess að takast betur á við þetta, umsáturseinelti, stafrænt kynferðisofbeldi. Þetta eru raunverulega kerfisbreytingar sem snúast mannréttindi. Þá er ég ekki byrjuð að ræða kynrænt sjálfræði, sem er einn stærsta breyting sem hér var gerð hverfi mannréttinda. Og af því að Þorgerður nefnir stjórnarskrána rétt og Þorgerður hefur áhuga á stjórnarskrárbreytingum. Ég hef líka áhuga á þeim. En hún veit það jafnvel og ég að hér við borðið eru gríðarlega skiptar skoðanir á þeim breytingum. Og það voru mér Við ríkisstjórnarborðið líka. Það voru, já ég meina enda var þetta ekki í þeim farvegi að við værum að ræða þetta við ríkisstjórnarborðið. Við vorum að ræða þetta hér. Við sem hér sitjum til þess að reyna að skapa einhvers konar sátt breytingar sem ekki náðist. Og það þetta ekki ávísun á árangur í því ef það samtal snýst allt einhvers konar bendileik. Þú lést ekki á það reyna inn í þingsal og það er það sem við hefðum getað náð saman ef við fengið umræðu þetta í þingsal. Ertu nú viss um það? Nei, það var stoppað. Undir lok kjörtímabilsins. En ég hefði nú gert að vilja koma fjármögnun stjórnmálaflokka líka, en allt í lagi. Ég hefði viljað koma því. Örstöttum það á eftir, hvað segir þú? Undir lok kjörtímabilsins, eftir að við vorum búin að funda 27-8 fundi, formið stjórnmálaflokkana, þá kom Katrín forsætisráðherra fram með í rauninni bara þingmannamál. 3 ákvæði. Reyndar heilan kafla og síðan ný ákvæði umhverfisvernd og tungu. Nei, ég vil bara hafa þetta sér rétt. Ég ætla bara að fá að klára þá. Sko. Það sem stóð í frumvarpinu. Samfylkingin, Viðreisn, Píratar lögðust ekki gegn því að málið yrði afgreitt út í nefnd og fengi fullnaðar afgreiðslu. Það var ríkisstjórnin sjálf sem stoppaði málið og við skulum halda því til haga. En við skulum aðeins... Eigum við ekki samt að halda öllu til haga og á fyrsta fundi þessara formanna þá voru fulltrúar 2 flokka sem sögðu að það verður ekkert samþykkt hér nema það sé byggt á gömlu vinnu þeirra sem voru í stjórnlagaráði. Punktur. Og svo var það endurnýjað alveg reglulega í gegnum allan ferilinn og svo þegar að koma að lokunum þá var engin samstaða nokkuð skapaðan hlut. Og þegar ég lagði fram sem forsætisráðherra þingmannafrumvarp ekkert ósvipað og Katrín gerði nema nú var það stærra og búið að vinna það enn betur. Hvar var áhugað þessi fólks þá að klára stjórnarskrána? Sigurður, það var hvergi. Það fór inn í þing. Það var hvergi. Ég verð að fá að svara þessu. Örstutt. Líklega og ég vona það og ég trúi því að þetta hafi verið misminni en ekki lygi. Það sem að fulltrúar Samfylkingarinnar og Pírata bókuðu í upphafi var að hér væri að ræða heildstæða endurskoðun á stjórnarskránni sem að byggð væri á tillögum stjórnlagaráðs, ekki farið eftir þeim í einu öllu, enda var það í rauninni alveg í takti við minnisblaði forsætisráðherra.
Þegar maður er komin í umræðu stjórnarskrána þá held ég að sé bókanir. Og formannafundi. Það fer að styttast verulega í... Þetta allt aðgengilegt á internetinu. Ég er vissum að allir fara beinist að leiðina alþingi.is. Stjórnarskrá.is. Ég bæti við einu, erum við að fara áfram? Já, ég ætlaði bara að fara að loka á þessa umræðu. Já, og beina ykkur á internetið. Það fer að styttast verulega í annan endan á þessu ári og þessum þætti líka. Við ætlum að taka örstutt hlé og svo ætlum við aðeins að spá í framtíðina næsta ár og þá fáið þið að segja ykkar skoðun á því. Öll sömul. Hversu langt hlé? Við búum til ál úr hreinni íslenskri orku. Gleðilega hátíð. Norðurál. Elsku pabbi, hvernig á ég að kveðja þig? Minningarnar þig eru svo margar og góðar að ég veit ekki hvar ég á að byrja. Ég elskaði að hlæja með þér og við gátum alltaf talað hlutina nákvæmlega eins og þeir voru. Þú kenndir mér svo margt og fyrir það verð ég ævinlega þakklát. Minningin lifir. Segjum það þá, fimmtudaginn. Ertu til í smá spjall? Hvað meinar hún með smá spjall? Bara hvernig hún horfði á mig. Ég hefði ekki átt að segja þetta með nýju kaffivélina. Ég var allt of ákveðin þegar við skipulögðum árshátíðina. Af hverju samþykkti ég ekki bara plötusnúðana? Ekki allt í góðu? Jú, hvað ákveður þetta ekki alltaf verið góðu? Bjarni, getur átt við með smá spjall? Guðrún, ég er ekki fæddur í gær. Ha? Þú ert að vera að reka mig. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Bjarni. Ertu nokkuð að ofhugsa? Virkjum góð samskipti. Number 5. Chanel. Eins og ævinlega fylgja jólasveinarnir möstrum okkar til byggða, hver á fætur öðrum og eru samferða rafmagninu sem hjálpar okkur að kveikja jólaljósin, steikja laufabrauðið og elda hátíðlegustu máltíð ársins á aðfangadagskvöld. Gleðileg jól og spennandi nýtt ár. Landsnet. Starfsmenn og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma óska landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. VAFM, félag vélstjóra og máltæknimanna, óskar félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Á hverjum degi velur fjöldi viðskiptavina orkunnar að gefa hluta af afslætti sínum til votlendissjóðs. Votlendissjóður nýtir fjármunina til að fylla upp í skurði og endurheimta votlendissvæði allt land. Votlendissvæði auka fjölbreytni í náttúrunni, efla fuglalíf og draga leið úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta er einföld, hraðvirk og öflug leið sem skilar strax árangri. Þú dælir,
Orkan kolefnisjafnar aksturinn og saman leggjum við okkar að mörkum í loftslagsmálum. Þetta svona einfalt. Skráðu þig á orkan.is og nýttu afsláttinn til góðra verka. Orkan. Við búum til ál úr hreinni íslenskri orku. Gleðilega hátíð. Norðurál. Já, komið sæl og verið velkomin aftur í Kryddsíld. Þetta svona að fer að síga í seinni hlutan hjá okkur. Þá ekki úr vegi að líta til framtíðar. Manni finnst svo lítið eins og síðustu 1,5 til 2 árin hafi runnið saman í eitt. En nú skal það hafast. Nú skulum við losna við veiruna og fá allar þessar óskir til okkar að eignast frjálst og gott líf aftur. Mér langar svona kannski að fara hringinn og svona aðeins hægja á taktinum. Spyrja ykkur svona, kannski ef þið lítið tilbaka eins og maður gerir oft á gamlársdag. Lítið tilbaka og hugsið, hvað hefði ég nú getað gert betur á þessu ári og hvað óska ég mér á því næsta? Og þá getur það bæði átt við bara persónulega en líka bara ykkur sem alþingismenn í vinnunni. Við byrjum, Sigurður Ingi, má ég byrja á að spyrja þig? Já, maður getur alltaf gert eitthvað betur, sko. Við hefðum til dæmis getað náð 20% í kosningunum en ekki 17,3%. Það hefði hins vegar kostað meiri vinnu af minni hálfu og fleiri og ég held að bæði líkami minn og fjölskyldan hefði ekki þolað það og það eitt af því sem ég ætla að takast á við á næsta ári og forgangsraða aðeins betur. Ég reyndar stundum velt þessu fyrir mér áður en núna ég einráður þetta. Ertu orðinn eitthvað þreyttur? Ég eldist. Við fögnum hverjum afmælisdegi eins og við séum alltaf að bíða eftir að verða gömul. En svo verðum við aðeins eldri og þá þurfum við að hafa aðeins meira fyrir þessu. Og ég bara komin á þann stað að ég þarf að fara að gera það. En ég hlakka svolítið til framtíðarinnar. Mér finnst þessi nýja ríkisstjórn með spennandi markviss sóknarfæri í sínum stjórnarsáttmála vera uppfull af svona væntingum betra Ísland. En þegar maður lítur tilbaka hvað maður hefði getað gert betur, þá hefði maður kannski, eða ég held að maður verði bara að vera svolítið persónulegur og segja að maður hefði átt að sinna fjölskyldu og sjálfum sér betur þegar maður lítur tilbaka. Þá maður betur staddur í dag. En ég hins vegar get ekki kvartað. Ég á orðið 6 barnabörn og fékk 1 á þessu ári og 1 á árinu undan og þar á undan og það 7. kemur núna í janúar vonandi ef að Guð lofar. Þannig að ég bara verð að segja alveg eins og að ég lít mjög björtum augum á framtíðina. Ég er sammála Erla, ég held að við séum á leiðinni út úr þessu helvítis COVID. Við skulum taka Þórdísi Kolbrúnu næsta. Þú varst að losna úr einangrun. Hvað er djam í kvöld? Það er djam í kvöld maður með börnunum. Nei, ég ætla nú bara að vera heima með manni og börnum í kvöld, en það verður mjög gaman. Mikil stemmingsbörn sem ég á. Nei, ég náttúrulega aðeins, því hann talar barnabörn, sko. Ég náttúrulega á mín 2 börn og vissulega ekki að boða það, hvorki ófrísk né endilega að fara að gerast, en þú veist, ég svona meira kannski að ég væri til í að eiga fleiri börn, ekki endilega næsta ári en einhvern tíma. Þannig að ég áður en ég fyrir að tala um hvað ég hlakka til að vera amma. Ég meina, við vorum í einangrun yfir jól. Ég hef eytt jólum á barnaspítalanum, þannig að það var nú svo sem bara veisla núna í sambandi við það. En ég held að á gamlársdagi almennt og bara sem svo sem góður dagur til þess að svona aðeins að hugsa þá ég mjög meðvituð mína lífsins lukku, sko. Bara almennt í lífinu. Ég fæ að fást við það sem ég finnst skemmtilegast af öllu. Mér líður eiginlega aldrei eins og ég sé í vinnunni. Og ég átta mig á því að það eru ofboðslega mikil forréttindi. Ég átta mig líka á því að þrátt fyrir að það sé verk að vinna þá búum við í ofboðslega sterku og fallegu samfélagi. Í öllum samanburði þá gerum við það. Og það þýðir ekki að maður hafi minni metnað til þess að laga það sem þarf að laga, en það er bara eilíft verkefni. Og svo segi ég líka eins og Sigurður Ingi að bæði fjölskyldu og kannski mínu tilliti bara vini mínir. Ég sinni þeim ekki nógu vel, fyrst við erum persónulegum nótum.
þegar maður einhvern veginn bara eins og hamstur á hjóli alla daga og svo passa maður sig að vera heima á þessu milli, að þá langar mann ekki að vakna einhvern veginn upp þegar maður orðin aðeins eldri og allt í einu einhverjir vinir manns orðnir veikir og eitthvað og maður einhvern veginn mista af einhverjum árum. Og það getur verið svolítið snúið að keyra slíkt lúxusprógramm, að það svo mikið skemmtilegt að gerast að maður þarf einhvern veginn að forgangsraða. Og svo langar mig líka að ég finna ég held að sé COVID, hefur gert mér svolítið svona frústreraði og mér langar að skilja við það. Af því að ég almennt bara frekar lífsglöð og meðvituð hversu heppin ég og mér langar að Katrín að hlæja, af því hún kannast með, af því hún veit að ég orðin aðeins frústreraði. Brúnin hefur aðeins síið hjá okkur öllum, það ekki svo, Katrín? Þetta er þreytt, sko. Jú, og ég nú ekki með, ég ekki með það upplag að vera með mikla eftirsjá. Ég einhvern veginn alltaf dálítið fram á veginn, en það breytir því ekki að auðvitað á maður og reglulega að fara yfir sem stjórnmálamaður allt sem maður gerir og auðvitað veit maður að oft getur maður gert hlutina betur eða öðruvísi. Það er alltaf ekki vænlegt árangur sem spyrir 7 stjórnmálalegum hvort þeir hafi gert mistök, sko. Nei, ég held bara, það þýðir ekkert heldur að dvelja við þetta, það maður bara byggja á því og auðvitað segja, því ég fór að hlæja þegar Þórdís sagði þetta með það að vera pínu gramur, sko. Maður auðvitað, ég meina þetta ástand nær til okkar allra, við erum bara öll mennsk og þú veist, það sóttkví hjá börnunum og það smitgátt hjá þessum og þetta einhvern veginn alltaf til skiptis og þetta púsluspil, þannig að þetta hefur verið, þetta hefur verið erfitt bara fyrir okkur öll, bara okkur öll sem búum hérna og bara heiminn allan. Og ég held hins vegar og ætla að vona að þetta sé upphafið að endalokunum eins og margir vísindamenn eru að spá, að veiran sé að veiklast og við munum sjá þennan skafl í raun og veru markað á hverjum tímamót, en það skiptir máli líka og ég þreytist ekki á að ítreka það að við gætum okkar. Því álagið má ekki verða of mikið og ekki of margir veikjast í einu. Já, einmitt. Rétt áður þú hættir, Katrín. Eigum við að fara varlega í kvöld? Já, að sjálfsögðu förum við varlega í kvöld. Má fólk ekki hittast eða? Já, það eru bara ákveðnar reglur í gildi. Já, 20 manns. Þannig að fólk á bara að passa reglunar og fólk á að gæta fjarlægðarmörkum og vera með handsprittið sem ég skil aldrei við mig. Og spíran, kannski. Og það hefur nú verið hlegið að mig mikið á þessu ári fyrir að vera alltaf með þetta spritt í vasanum, en þetta bara ágætisvörn. Ég trúi því sem sagt að næsta ár að við munum sjá bjartari tíma og að við getum að einhverju leyti endurheimt eðlilegt líf. Og svo tek ég bara undir með félögum mínum hér að pólitík frábær, en hún ekki bara það einu í lífinu sem skiptir máli. Og þeir eru svo agalega margir flokkar og þingið, þetta náttúrulega algjör vandræði, við ætlum að ná að klára alla og þurfum að halda áfram. Ég skal bara þagna. Núna. Já. Einhver mistök á árinu, Þorgerður? Já, ég hljófti þú sagði að við stjórnmálamenn viðurkennum aldrei mistök. Ég held að þau eru svolítið að endurstilla stundum fjölmiðlaheiminn, því mér finnst einmitt því að horfa á stjórnmálafólkið, auðvitað erum við bara misjöfn og allt það, en mér finnst við vera að læra. Mér finnst fullt af stjórnmálafólki vera einmitt að viðurkenna mistök, þora lítið í eigin barm, þora átta sig á að heimurinn bara ekki alltaf eins og maður hélt hann væri eða vildi hann væri. En fyrir því persónulega á þessu ári, hvernig hefur það? Nei, fyrir mig persónulega, það tengist því einmitt að ég hef gert mistök mörg í gegnum lífið. Varstu í golfi? Já, það var fyrir 1,5 og ég tók það á síðustu. Já, það tókst það síðustu. Þú veist, ásmundarsalur og golfið var á þessi. Búið að gera. En þú veist, það er hluta því að maður er bara mannlegur og þú veist, ég viðurkenni það að mig þyrstir í frelsið. Af því að ég verð að vera frjáls, hvað sem er í pólitíkinni, fyrir mínar hugsunir og fyrir bara kraftana mína, þá verð ég bæði að vera þar frjáls og fjölskylda mín veit alveg að þú veist, þegar ég bara önnug, sem það er oft, sko, að þá verð ég bara að fara í sveitina eða verð að fá að njóta frelsins út í náttúrunni og það er kannski hluta því sem að mér langar til þess að gera er að bæði að flokkurinn mín, við verðum bara að halda áfram og þú veist, nýta bara svigrúmið, vera glöð, sjá tækifærin og svo bara persónulega, ég er mjög mikið kjötmanneskja, en mér langar að læra að elda meir í grænmetisrétti. Það er eitthvað sem ég er að hugsa að einsetja mér, en mér langar að eiga blönduna á báðu. Meiri veganismi nýja ári, Halldóra? Já, mistök. Mistök þessu ári? Ég hef gert fullt af mistökum og er alltaf að gera mistök og ég held að það sé bara ofboðslega mikilvægur hluti af lærdómsferlinu og bara því að lifa og þroskast og þróast áfram. En ég er náttúrulega búin að vera, þetta er búið að vera dálítið furðulegt ár fyrir mig út af því að ég með lítið barn og er búin að vera að læra það að reyna að juggla einhvern veginn því að vera með smá barn og vera í þessari vinnu sem er þingmennskan og er mjög krefjandi og í fyrsta skipti í eitthvað svona leiðtogahlutverki í kosningaherferð
sem ég gerði mikið af mistökum og viðurkenni það fúslega. Ég var að læra allan tíman, áttaði mig ekkert alveg á því hvernig ég ætti að vera eða hvernig maður gerir þetta, en svo bara, þú veist, einhvern veginn þá næri þetta að smella saman. Þannig að ég er búin að vera í ofboðslega mikilli búblu bara með mitt barn og mín börn og minn mann og búin að vera að þroskast sjálf gríðarlega mikið. Og viðurkenni það að ég hef haft miklar áhyggjur af COVID og ég horfi út í heim og ég hef miklar áhyggjur af þróuninni þar, bara sundrungin sem að verða. Mér finnst ótrúlega mikilvægt fyrir okkur þessa litlu þjóð að við höldum áfram að sýna hvort öðru skilning og samúð og að við stöndum saman og reynum ekki að hata hvort annað svona mikið fyrir að vera með misjafnar skoðanir og mismunandi áherslur og hvernig við horfum á lífið og ákvarðanir sem við tökum. Við verðum að standa saman út af því að það eru fleiri áskoranir framundan og það er kannski dálítið það sem hefur verið helst í huga hjá mér. Bara hlúum að hvort öðru. Sigmundur, ertu ánægður með þetta ár? Nei, alls ekki. Af mörgum ástæðum. 2021 var ekki nógu gott ár. Frekar leiðilegt. Það hafði töluverð áhrif, en núna er ég líklega í 12. skipti í þessum þætti. Og það er svolítið svekkjandi að átta sig á því, fyrir að spyrja þessar spurninga, að maður er eiginlega enn með sömu væntingarnar eða vonirnar nýtt ár, eins og margir hafa nefnt hérna. Það er að vera manneskja. Já, verja meiri tíma með fjölskyldunni. Ég held ég sé líklega að tala um þetta í 12 ár. Þannig að vonandi gengur það eftir á nýju ári, en vonandi verður nýtt ár líka betra fyrir samfélagið okkar og önnur samfélög. Þar á ég augljóslega við að vonandi losnum við þetta COVID, en ég vona líka við losnum við COVID-hugarfarið. Það er að segja við getum aftur farið að lifa frjálsara lífi og ræða pólitík. Það væri óskastaða. Sverrir þá, og Logi að lokum. Já, nei, ég meina síðasta ár hefur bara verið eins og það er. Allt fullt af óvæntum atburðum og mistökum í mínu persónulegu lífi vissulega. Það er nú kannski meðal annars það fallega við að vera maður, að við erum breysk og alls konar, gerum mistök og stundum vegnar okkur vel. Það sem ég ætla að gera á næsta ári, ég ætla að endur skipuleggja garðinn minn, ég ætla að byggja hann upp frá grunni, ég ætla að rækta blóm og ég ætla að gróðsetja tré og ég vona bara að okkur öllum í stjórnmálunum auðnist að grípa til nógu harkalegra loftslagsaðgerða til þess að þessi tré fá að vaxa í nokkur 100 ári viðbót. Flott markmið. Minni sundrung, meiri gleði, meira frelsi, engar grímur. Þetta bara... Minna COVID. Bara ekkert COVID. Það minnur á hvað eftir Rúnar Júl. Já, ég held að séum komin. Við erum að finna bítið allavega. Já. Við erum alveg að fara að finna nefnilega mjög gott bít, en fyrst langar mig til þess að skála. Við skálum fyrir þessum vonum okkar og óskum inn í nýtt ár. Kveðjum þetta ár, það er ekkert erfitt. Og ég vil þakka ykkur innilega fyrir komuna hér í dag. Skál. 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 Takk fyrir mig. Skál. Þetta var nú gott ár, sko. Góðar óskir, góðar vonir, kryddsíld er þar með lokið 8 tímar eftir af gömlu ári og kominn tími til að kveðja og þakka gestunum okkar og ykkur öllum samfylgdina í dag. Unnsteinn Manuel og Hermi Gervill slá botninn í dag með laginu Lúser eftir þann fyrrnefnda sem hann hefur sagt poppað og dansvænt með grípandi viðlagi og skemmtilegum texta og spyr til dæmis, hvað með mann sem selur ástarbréf að atvinnu? Hlusti nú og dansi, það er ekki hægt annað en farið varlega hvað sem þið eruð og hittu svo heil á nýju ári.
Því hver vill mann sem fer í blackout ekki kona eins og hún og hver vill mann sem bara situr hjá og meðan lífið spilast úr